Komiði heil og sæl og verið velkomin í Chess After Dark númer 251. Já, 251. Og sjaldan sem maður með tölun á hreinu. Komið countdown í 300. Já, það málið með þetta málfar, það svo smitandi. Ertu að fá þetta frá doktornum með countdownið? Nei, reyndar frá Orrarafni hlustandarinn okkar, sko. Já, hann segir alltaf setjum countdown á stað. Já, setjum countdown á stað. Já, það rétt, það sámikli meistari. Þakkum ritturinn með þetta kærlega fyrir að senda spurningar og hlusta. Einmitt, það hrönnuðust inn í dag en það virkilega skemmtilegu gestur í kvöld. Það hún Ásta Sigríður Fjellsteð, forstjóri Festi. Vertu hjartanlega velkomin. Takk kærlega fyrir. Þetta hafðist hjá mér á lokum. Já, nei bara takk fyrir að fá mig. Já. Mín ánægðin að fá að koma til ykkar. Chess After Dark. Ég reynda að var smá stressi hvort það kemur einhverja skákspurningar eða eitthvað slíkt en það daldið síðan við hættum það svolítið síðan. Ég fór að fletta þessu upp. Ætli ekkert að fara aftur í það? Já, við vorum gælt við það. Við höfum oft pælt í en nei, ég hugsa alltaf sko þegar sem fyrir samband og svona eitthvað ástæði fyrir það hætti. Já, það aðeins meiri vinna. Það miklu þægilega geta bara kveikt og spjallaði fólki. Já, akkurat. Já, sko það eitt sem við leifum að pæla á honum hvernig fallbeði maður Festi. Já, takk. Heyrðu, þetta brýtur íslensku hjartað í mér í hvert sinn sem ég þarf að fara yfir þetta. En það beygist sem sagt ekki. Nei, er það nokkuð? Það er bara festi, festi, frá festi til festi. Já, ok, já. Þá var þetta rétt hjá okkur, eða semst hjá þér. Við fengum einhverja, já, flott. En er eitthvað saga á bak við þetta eða? Já, það hérna, vil ég fá hana? Já. Nei, ég ætla bara að komast út á útgáfun eins og hérna, orðið kannski feilur í sér. Það var þetta festi, svona einhvert haldreipi, eins og reipi. Það er líka fjall sem heitir Festi, hérna út á Reykjanesi og þetta svona snýst þetta að vera þetta haldreipi, þessi festi í keðjunni, hálsfesti. Þannig að það eru svona, við getum leikið okkur hans með þetta orð og haft dýpri meiningar eftir því sem hentar þegar maður er inn í samstæðinu að tala keðjuna í þessari hálsfesti sem við erum með í samstæðinu. Já, klárt. Munum fara vel við það. Nú sumarið að líða undir lok, það miður ágúst eða jafnvel lok ágúst, hvernig það búið að vera hjá þér? Bara frábært, þetta bara með betri sumurum á Íslandi myndi ég segja bara í lengri tíma og fyrir utan hvað við myndum það vel í rekstrinum að þá bara persónulega sjálf bara gott sumar, gott veður, allir kátir og kemur bara vel undan því og ferskin í haustið. Já, nær maður að taka sér gott sumarfrí þegar maður er forstjóri og fyrirtæki sem er að velta mörgum milljónum? Já, sko, ég held að það sé raun og bara skylda að taka frí og maður heldur kannski að maður þurfi þess ekki, sérstaklega í byrjun þegar maður tekur við, þá er maður ómissandi og þarf að vera á vaktinni 24/7 en galdurinn er auðvitað að gera sig algjörlega missandi, þannig að batteri keyrir bara ánmanns og þetta með að fá svona ákveðið perspektíf og komast aðeins frá rekstrinum, það er bara svo holdt. Fara sérstaklega erlendis, skoða náttúrulega, maður dettur í það þetta, að skoða allt mögulegt úti og bara hvíla sig aðeins á þessu og hreinsa hugan og ég er auðvitað reyna að fylgja svona ráðum góðra manna og kvenna og það er einn góður maður sem að segja við mig Ásta að þú átt alltaf að taka 3 vikur á sumrin, mér finnst það mjög mikið, ég er búin að vinna erlendis í einu? Já, í einu, í einni samfellu og ég er búin að vinna meira og minna erlendis svona mína starfsæfi og þar hef ég bara ekki fengið að taka svona langt frí. Nei. En ég tók 2 vikur núna samfellt, fór erlendis og ég fann alveg því ég kom heim að þetta var ansi gott. Já. Góð hvíld. Það er líka að það er gott frí þegar maður er byrjað að hlakka til að vera aftur að vinna. Saman á því? Jú, ég meina, auðvitað sko kalla þetta frí. Ég er með 3 lítil börn, sko 8 ára og yngri. Já, þannig að mér lýrist þess að ég er búin að vera í sundleikumistíma í 2 vikur og ég segi að maður hefði ekki skála í þessu, bara pítsur og einhverja burgers og eitthvað, þá væri maður bara komið 6-pakka til sumarfríði. En þannig að þú veit að vakna á mánudegi og mæti vinnuna og fá sér fyrsta kaffibollan, vera í þessu luxus inni vinnu sem maður náttúrulega er þegar maður er í vinna á skrifstofu, að þetta er náttúrulega bara geggjað, þetta er bara þvílík þægindi sko. Já, það er bara þannig. Já, Ásta myndist aðeins á gullnu blöndun okkar. Það er kaldan. Það er kaldi. Já. Við erum auðvitað með kalda sem er bruggaður á Árskógssandinum. Rétt. Það er teknisk hefð og gerilsnittur. Að mínum að þetta er óviðjafnanlegur. Kemur alltaf óvart hann er góður. Já, það kemur alltaf óvart. Alla þriðjudag. Og svo er það Volt, ferskar matur, heimsendar, komið með gleðin á vinnustæðin og svo er appið auðvitað margveljuna. Jú, heldur betur. Ég veit ekki hvernig
hvernig samkvæmslögin eða neytendalögin líklega besta app í heiminum. Samanlega. Herri, ég skil nú aðeins ræða það, sko. Ég er alveg, með ýmisrök sem að hníga öðru, sko. Lækkaði inni. En áður en við komum kannski að kjötuna og langar með að kafa aðeins onni frekar sem, persónuna Ástu. Sko, nú ertu þetta forstjóri stórs fyrirtækis og við vorum að ræða frí og það er svo gott að koma í vinnuna, en við ræddum líka aðeins fyrir þátt, sko, með rútínuna. Já. Hvenær vaknar á morgnana? Voru ekki búin að ræða þetta, sko. Þetta er svo leiðilegt, sko. Þetta er mjög áhugavert. Ég hef alltaf verið, sko, A-manneskja. Ég ætla að fara að segja A-manneskja, en það er algjör, það getur miskilist. En við fullir virðingu fyrir þeim flotta hópi, að mér hefur einhvern veginn, sko, farnast best í lífinu að byrja daginn snemma. Og ég endaði nefnilega líka mjög seint en með aldrinum þá þarf ég að fara aðeins fyrir að sofa. En ég bara morgunstund gefur gull í mund, þú veist, er það ekki einhvern veginn þannig að vakna í frið og ró, engin annar vaknaður og þú fær bara einhvern veginn að sinna þér í smá stund, eins og ég nefndi, með 3 lítil börn að þá er ekkert rosalega mikil tími sem að maður fær fyrir sjálfa sig. Nei. Og ég tel að það sé mikilvægt að vera bara vel stilturinn í daginn, þannig að vakna snemma. Ég var að segja svona, milli 5 og 6, þannig ég senki mér aðeins. Og helst að skella sér, þú veist, einhvern hlaupatúr, fara í ræktina, gera eitthvað milli 6 og 7, fá sér góðan morgunmat, góðan kaffi, aðeins að fylgjast með hvað er í fréttum, þannig að maður getur nú átt eðlileg samtölin á kaffistofu. Helst tjekka líka hvað íþróttaleikir hafi verið í gangi, vita, þú veist, hver stemningin er á þeim sem halda með Liverpool, Arsenal eða, þú veist, Val. Fara rétt að þeim í morgunsvarið. Já, þú veist, það er alveg, fólk er alveg svona, ok, hún er mannleg, hún er ágætt, þú veist, ef maður veit niðurstöður einhverja leikja og svona, það virkar, skiljið. Þannig að maður tekur það og svo bara byrja dagurinn, þú veist, vekja liðið, drífa sig að stað og þá er maður pínu svona tilbúin eiginlega, þú veist, að því allir dagar eru þetta ólíkir og þegar maður er búin að plana vikuna eiginlega skipulaðir, þú veist, þykist vera með þetta allt í einhverju svona Outlook kalendir. Dagurinn fyrir náttúrulega alltaf verið sér heldur en maður lagði upp með. Þannig að maður þarf að vera svolítið í formi, bara að taka við því sem kemur. Það er alltaf eitthvað að koma upp í svona stóri fjölskyldu. Þannig að ef maður er eitthvað viðkomið fyrir því og ekki svona tilbúin í daginn, þá er þetta frekar töff, sko. Þannig að, trú því. Já. Algjörlega, skiptir mál að vera vel skipulaður og grípa daginn snemma. Og svo skipulagi færi vilt alltaf í vaskinu, sko. Það er svona þannig. En við byrjum á Livju. Livja farbeðist ekki heldur, það er bara Livja frá Livja til Livja, eða ekki? Ég er ekki samanlega, sko. Nú ertu bara komin inn á eitthvað mjög vikant svæði, sko. Við tölum Livju, þannig að ég þarf bara að ræða þetta við stofnendur og það sem að fundi þetta góða nafn. En við tölum Livju. Já, akkurat, algjörlega. En þið keyptu Livju fyrir, rúmlega árið síðan. Já, þá gengur kaupin í garð og við fengum, það er að segja, félag afhent í júlí 2024. Þetta var alltaf langt, er ekki mjög rétt? Jú, þetta var svona það bil ár hjá samkynnseftirlitinu og það er bara partur af ferlinu þegar þú ert komið með svona stóra samstæðu og ert að bæta við þig stóru félagi á þessu markaði sem kannski skarast eitthvað við aðra markaði sem þú ert á eins og vítamín og snirtivörur og annað. Þá er bara að kafa ofan í það og maður verður bara að vinna með það. Við þekkjum það vel sem erum í þessum geira að svona virkar þetta. Þetta er lítið land og það gekk bara vel. Gekk bara mjög vel. Hvernig gengur hann á samleið við Livju og telur að setja hann á meira fram núna ára eftir kaup? Já, við ætlum einmitt sko að því að í ljósi þess að ári liðið þá ætlum við, og ég tilkynnti nú það á síðasta uppgjörsfundi, þá ætlum við að kafa betur ofan í þessa samlegð sem að við auðvitað erum búin að ná en mögulega þá líka varpa ljósa það sem við teljum að við eigum inni. Það sem kannski var svolítið skemmtilegt að upplifa, það er að vera í samstæðinni festi og taka félag sem að bara var vel rekið og Livja var inn í samstæðuna og átta sér svolítið á því svona hvar liggja okkar styrkleikar, hvernig tökum við á móti svona félagi og hvar er það sem að samlegin raunverulega á sér stað. Ég segi nú oft sko, ég var ráðgjafi hjá McKinsey í 5 ár og ég veit að
í svona söluferli og kaupum, það var alltaf að tala einhverja samleið og tekjusamleið og ýmis lofur sko sett fram, en það var greiðlega flott hvað þetta gekk bara vel að fá lyfju inn til okkar. Við náttúrulega erum bara með vel slípa módeli í festi, við tökum inn stóðsviðin og tökum þau algjörlega yfir til festi, þannig að allt sem tengist fjármálum, rekstri, svona samningum varðandi flutninga, kannski við stærri byrgja og þjónustaðla, bókan, allt sem tengist bara bókhaldinu, framkvæmdum, öryggismálum, upplýsingatækni, allt þetta svona klassíska stóðsvið, það tökum við bara beint yfir í festi og höfum bara náð algjörlega að taka yfir og létta þá á lyfju og auðvitað þýtti þetta að við fækkum þó nokkrum stöðugildum sem skilaði sér raun og veru bara strax. Við tókum skrifstofu í lyfju yfir til okkar, þau voru í Smáralindinni, ekki það. Já. Og við færðum líka heilsu sem heilsa er raun og veru heilsala lyfju. Við færðum heilsu yfir í Bæjarflöt en eru núna að flytja í raun og veru þær skrifstofur sem og allt vöruhúsið niður í Bakkan sem er okkar eining, okkar vöruhús, eitt af félögum festi. Þannig að þarna er að ná skriðleg samleið bara strax. Við auðvitað sjáum síðan líka bara að eins og ég segi, í sumum innkaupum á öðru gegnum heilsu að þá erum við að ná samleið líka þar. Þannig að þetta hefur skilað sér og við munum fara svona á dýptina með þetta í næsta uppgjöri sem ég hlakka bara til. Í Q3. Sko, maður velti fyrir sér að þú fórstjóri festi. Hvernig, þið eru líklega alltaf að pæla hvað þið að kaupa og svo framvegis, hvenær kom hugmyndin upp að og af hverju ákveða að fara þið að kaupa lyfju? Já, frábær spurning. Sko, til að vera smá hádramatísk. Já. Þá fer maður auðvitað að velta fyrir sig, hvað er festi og hvað ætlum við að verða og hvað viljum við vera í raun og veru. Og við erum auðvitað samansafn af stórum fyrirtækjum á íslenska mælikvarða. Við erum öll fyrirtækin sem eru í samstæðinni festi, eru fyrirtækin sem í raun er að selja nauðsynja vörur. Þetta eru dagvörur, þetta eru eldsneytir, þetta eru orka, þetta eru raftækjavörur og nú lyf. Og auðvitað miklu meira sem að lyfja hefur fram að færa og við í raun og veru erum að hugsa hvernig í krafti stærðar okkar þar sem að í raun og veru 1/3 landsmanna er að versla hjá okkur, hvernig getum við, eins dramatískt og það kann að hljóma, haft áhrif til góðs. Við höfum í raun og veru bein áhrif á hegðun landsmanna í innkaupum. Bara fólk er að versla við okkur oft í viku, sérstaklega eins og matvöru. Matur er lyf, eins og sumir segja, hvaða áhrif þessar matur sem við erum að selja á bara lýðheilsu landsmanna, þjóðin er að eldast, hvað er að gerast, hvað markaðir er að stækka, markaðir sem er að stækka, það eru auðvitað svo markaðir sem er að grípa eldri kynslóðir, er að grípa heilsufarsvandamál þjóðarinnar, auðvitað er þetta bara eitthvað sem er að gerast í öllum heiminum, sykursýki og annað, og hvernig ætlum við að fara inn á þennan markað, ekki með það kannski því hugafæri að við ætlum bara að dæla lyfjum í alla, heldur að vera fyrirbyggjandi, byrja í matvælunum en færa okkur svo yfir í vítaminin, bætaefnin sem við erum aðeins að fikra okkur áfram í krónunni, fara yfir í lyfju sem er svona, með mikla áherslu á fræðslu og fyrirbyggjandi aðgerðir og grípa það fólk með lyfjum og öðru, hjúkrunarþjónustu, mælingum og öðru sem eru þegar farin í og auðvitað það sem við erum að horfa til eru bara þjónusta viðskiptavina þar sem eru, rétt eins og við erum að gera með appi í krónunni, lyfjuappið, fara inn í þjónustu með eins og með heilsugæslu, fjarlækningar og annað og þetta eru bara svona kveikin að því að segja, herru, við ætlum að grípa viðskiptavina okkar, þeir vilja oft versla þessa hluti á sama tíma, þetta bara smell passar inn í samstæðuna. Já, geðveikt. Sko, kemur til greina alltaf þegar maður er vissið á þróununa einhverju lyfju apótek í krónunni? Já, sko, það sem er alveg augljóst í okkar geira er að viðskiptavin okkar vilja bara fara á eitt stað helst og versla allt í einu. Það er þægilegast. Og það sem við höfum tök á því að vera saman, þar ætlum við að vera saman. Og þar erum við nú þegar byrjuð að vera saman, sá bara sem við opnuðum í Skeifinu, þessum Krónan og Elko eru saman. Þetta hefur svona ef að segja, þetta er ákveðin tekjusamleg sem þarna verður. Við sjáum þetta líka með að núna erum við til dæmis með N1 á lóðinni í Lindum, þar sem við erum auðvitað með Krónuna og Elko. Við erum að setja núna út á Granda, vorum að setja upp nýja bensínstöð og hraðhleðslu fyrir bíla. Þar er Elko, þar er Krónan,
Lyfja rétt hinum með við hotnið, við erum að byrja að púsla þessu öllu saman og það sem kannski mun koma að þú vorst að spyrja samleiðina með lyfju áðan, að það að við viljum fjölga þessum staðsendingu þar sem við erum öll saman í einum hnapp og á sama tíma þá auðvitað þannig að þessi stafræna þróun sem við leggjum gríðarlega mikla áherslu á og erum í raun og veru hluta þeirri vegferð sem við erum á að einfalda líf fólks, að þá það auðvitað að geta verslað hjá okkur og sótt allt á einum stað með droppi, piccolo í verslunum okkar, þannig að þú þurfum ekki að fara að keyra út allan bæ. Tímasparnaður, umhverfissjónarmið, myndi einhver segja líka, en bara þægindi fyrst og fremst. Við höfum ekki tíma til að vera að dóla okkur hérna eitthvað á milli verslana og stoppa hér og þar, bara tíminn verðmætur og við viljum öll nýta hann betur og við erum bara á þeirri vegferð, sko. Sörbrynki, en sko að því að við tölum tekjusamleið sko, og það auðvitað erfitt að festa fingurinn á nákvæmlega hvað veldur tekjuaukningunni á hverjum stað fyrir sig en sjáu þið mælanlega mun þegar þið náðu að koma þessu saman á svona hnapp eins og kallar það? Já, það þannig að sko oftar en ekki krónan mikið akkeri, það finnum við alveg og það sem getur stoppað verslað í matinn að ég veit ekki hvort það bara svona í fjölskyldinu minni en það oftar en ekki að þá segir maðurinn ég ætla að kíkja í Elko, kíkja á meðan og þá allt inni komið tilbaka með einhverja nýja græju eða eitthvað lítið sem vantaði eða kaffivél eða einhverja viðbót sko, líka fyrir krakkana og annað og það sé svona eitthvað nýtt og spennandi að skoða og ekki bara alltaf einhvern matvöruverslunin, þannig að þetta á oft gríðarlega vel saman og bara eykur traffíkina. En það sem nefnilega magna við Elko að traffíkin bæði í verslanna þangar og ekki síður kannski á heimasíðuna svo sturluð að það að fleyta miklu traffík líka bara yfir þá í krónuna. Þannig að þetta eiginlega bara win-win fyrir báða aðila sko. Elko magna apparat sko. Já. Ég með svo svakalega brandara, ég verðilega að fá að segja hana því ég var á stuttum stjórnarfundi með Óttari Elko, algjörmeistari sem að stýra þessu góða félagi og ég var að spyrja, hvernig var þetta með leitarorðin, númer hver Elko í leitar, Google leitavélinni? Jú, hann sagði, við erum ennþá númer 2 á eftir Translate, sem Google Translate. Það kemur bara Google Translate, íslensku Google Maps, Google leitavélinni. Það Google Translate og svo kemur bara Elko. Shit. Veit þið hvað númer 3? Nei. Pornhub. Já. Þú ert að grínast? Nei, ég ekki að grínast. Það svo Okkur, þetta það skemmtilegt nummer 3 en nummer 2, þetta bara galið. Þetta galið og það sýnir að sko, það eiginlega bara meiri hluti þjóðarinnar sem sko, fjöldinn sem fer inn á heimasíðu okkar í hverjum einasta mánuði. Það auðvitað mikið verið að skoða framboð af vörum, fræðslum, alls konar nýja vörur og annað, en það ekki síst líka verið að skoða verðþróun. Við erum auðvitað með verðsögu Elko, þar sem við erum að sýna nákvæmlega aftur í tíman hvernig hefur verðið þróast. Þetta bara 100% gagnsæi og svona hluti af trendi í heiminu sem heitir hyper-transparency, sem bara trend að við sem almenningur og sem neytendur, við viljum bara fá að vita allt. Við sjáum þetta bara í pólitíkinni, í alls konar bara, opnum gagna í heiminum. Fólk vill bara fá að vita, það bullshit að mig eða þetta rétt, það sem að segja. Og það bara sýna svart og hvítu. Þannig að það hefur gengið gríðarlega vel og bara trausti sem við fáum í Elko frá neytendum algjörlega magnað. Það bara einhvern veginn alltaf fyrsta val af því sem virðist allavega á þeirri sölu sem við sjáum af því að markaðurinn nú reyndar í rénun en við verðumst fá áfram vöxt á þessu markaði á Íslandi. Já, sko það var í fréttum í gær held ég frekar en hinn það sem að vera að taka viðtal við fólk út í bæ sem var að spyrja hvort vissu hvað matarvörur væri búið að hækka mikið. Já. Sko eru Íslendingar góðir neytendur ekki? Ég skal bara viðurkenna fyrir sjálfa mig, ég pæli ekkert í þessu sko. Akkurat. Sko þetta Ég mikið verið vitund á Íslandi. Sko, nú kannski þetta ekki að spyrja rétta mannsku að því að ég var svo lengi í Danmörku, ég bjóð þar í áratug og þá voru þetta tilboðsblöð sendt heim og fólk var sko að hlaupa á milli verslana til þess að ná þessu tilboðin og hinn og öðru og eitt ótrúlegum tíma í þetta og ég kom ekki alveg einhvern veginn frá þannig heimili þó svo hafi alveg virkilega verið reynt að spara í innkaupum að það áttaði mig á því að svona verðvitund Íslendinga kannski ekkit svakalega mikil, þess vegna, þú veist, það kann kannski að hljóma skringilega en þá mjög mikilvægt að sé ákveðið svona verðlagseftirlit, þú veist að það sé að sé að koma, sé að mæla, sé að sýna, þú veist hvar í raun og veru hagstæðast að kaupa inn,
hvað í búið á markaðunum og halda bara okkur á tánum, við erum auðvitað sjálf alltaf í verðlagskönnunum, þannig að við erum með nokkra hjá okkur, ég nefni Borgar Ólafsson, Boggi, sem bara, hann geti þulið upp verður öllum vörum í Krónunni utanbókar og hvernig það hefur breyst síðastlegin ár, skiljið, en í dag erum við með þetta meira rafrænt og sjálfvirkt, en það sem að kannski bara gott fyrir markaðin, sérstaklega matvörumarkaðin, það það bara aukin samkeppni og fólk að pæla í þessu og ég menn þetta eru stærstu hluti heimilis bókalsins, það eru matarinnkaupen, þannig að það þess virði að pæla í þessu. Mér finnst eftir við settum Krónu appi í loftið, þá finnst mér verðvitund hafa aukist. Bæði sérðu þú ert að versla í appinu, sérðu hvað hlutinni kosta, hvað ef að hækka, við sýnum breytinguna ef það að hækka, við sýnum hana bara svart og hvítu. Líka ert í skanna og skunda í Krónunni, þá skannaru vöruna og þá sérðu strax, mjólkulítin byrja með 160 kall, þú ferð alltaf að verða svona verðnæmnari heldur en áður þegar þú hendir bara í körfuna, fórst á beltakassan, borgaður og út og bara, vá hvað þetta var dýrt. Minnst fárlega vel gert að sína þetta, ég myndi aldrei sína það Nei, en það sem við erum auðvitað að reyna og þetta líka bara góð business, skilur, það í raun og veru að sína verðið af því að við erum að reyna að lega fólki átt að segja því og það gera nú okkar viðskiptavinir eins og í Krónunni hugmyndafræðin þessi og hefur verið eiginlega frá byrjun, þú átt að geta fengið allt í einni ferð, þú þarft ekki fara í einhverja sér low cost discount verslun, fara svo í svona einhverja lúxusbúð til þess að kaupa þetta, þú farið þetta allt í einni ferð. Við erum að merkja bara hvað ódýrast hjá okkur, sem bara sambarlegt því sem ódýrast á markaðnum, sem svona góður, betri, bestur, svo erum við einhverja svona middle range vöru og svo erum við með kannski svona meira luxury vöru sem þú getur leiftir eða kannski sérstök ólífólja, þú veist, frá bara einhverju geggjum stað í Ítalíu og þú bara ég langa akkurat í þessa eða segja bara ég ætla að fá ódýrt ólífuna sem bara ódýrst á markaðnum. Þannig að við erum að leyfa viðskiptunum að velja, þú veist. En það sem gerist oft að þú freistast náttúrulega í að kaupa kannski eitthvað sem meira spennandi heldur en það sem ódýrast og þá upplifir kannski, það dýrara hér, en það það ekki að því að þú hafði valum að kaupa ódýrara. Og framleiðin ofta ekkert verra af þessu ódýrara, skiljið, þú veist þannig. Nei, það ekkert þannig. Þannig að það ekkert verið business að kaupa ódýrt eða selja ódýrt. Það ekki þumalputtareglan samt? Nei. Áhugavert. Já, það áhugavert. Þess vegna erum við mikið og höfum náð, árangur Krónunnar felst í því að við byrjum auðvitað bara með 3 verslanir og vorum bara í mikill baráttu. Við erum bara núna í krafti stærðar okkar, komum með 27 verslanir, byrjuð að geta átt þannig viðskipti við auðvitað innlenda byrgja, við erum miklu harðari í samningum við þá, en líka að fara í beinan innflutning erlendis frá. Það auðvitað að skila sér til okkar í hagkvæmari innkaupum, færri millileiðum, minni álagningu og bara skila sér náttúrulega til neytenda í betra verði. En oftar en ekki þá þetta þá kannski vörumerki sem ekki svo kallað svona A-brand sem að allir þekkja. Þá þetta einhver tómatsósa sem vörumerki sem að fólk þekkir ekki og þarf að kynnast og það líka veðmál ofta að bjóða upp á slíka vörur. Þannig að þetta ákveðin leikur og hugmyndafræði sem að hefur slípast mjög vel til hjá okkur. Og bara gengi vel. Þetta mjög áhugavert sem hún nefnir með þetta í einhvers skil ekki no-brand eða ykkar eigin brand, white label. Hvað það stór hluti að vera frambóð ykkar í dag? Ertu með svona sirka og það ferða vaxandi? Já, ég þú ekki alveg að fara með. Við höfum nefnilega aukið við það núna á undanförnu. Það að segja, bæði, ef við tökum Krónuna, að þá erum við bæði með krónumertarvörur sem eru ódýrari vörur og svo erum við með þessa línu sem heitir ódýrt sem bara allra ódýrstu vörurnar okkar þar sem við erum bara leiðbunna viðskiptunum okkar treyst, auðvitað viljum við hafa þessar vörur góðar og næringaríkar og þetta ekki bara eitthvað drasl sem við erum að setja til þess að ná verðinu niður. Við göngumst upp í því að þetta sé almennilegar vörur hjá okkur en við erum bara leiðbunna viðskiptunum okkar að segja bara, þú getur keypt þetta ekki eitthvað brandað Barilla pasta, skiljið. Þetta bara eitthvað pasta sem við erum búin að tjekka, þetta í lagi en við getum selta helmingi ódýra. Bröndum það ódýrt og þannig fáum við verðið niður. Og þetta auðvitað bara klassist í þessum retail heimi að gera þetta svona og auðvitað þetta líka okkur markasetning bara á að minna á að Krónan auðvitað á þeirri vegferð að reyna að leyfa viðskiptavinum sínum að versla einnis hagstætt og mögulegt
og það svolítið leiðin að gera það svona sko. Ég tek sérstaklega eftir því að þegar nú ég dyggur viðskiptavinur Krónunnar. Takk fyrir það. Mín hverfisverslun og ég get bara Hvaða verslun er það? Já, ég ætla að segja, hvað verslun það? Það hérna niður í miðbæ. Bergþóru? Nei. Hallveðstígur, sorry, já. Það er líka mín hverfisverslun. Einmitt, og ég kaupi og reynda líka í vinnunni skýrst ég í Lenu Krónunnar líka og fæ mér brílóguna sko, sem að var framleidd undir öðru merki og er nú komin undir hatt Krónunnar. Þú ert neytandi maður. Já, ég er harður neytandi sko, þannig ég tek eftir því sko. En ég velti fyrir mér sko, þegar þið færið ykkur yfir í white label og þið náttúrulega sjáu hvað vörur að velta miklu og hvað gengur vel og annað slíkt og þegar í raun og veru farið samkeppni við samstarfsaðileikar í einhverju skilningi, skapar þetta tókstreitu? Nei, því oftar en ekki samstarfsaðilinn að framleiða jafnvel þessa vöru. Það oft þannig. Já. Þá bara verið að versla meira, kaupa meira. Hvernig virkar það til dæmis? Hvernig opnar samtalið þá bara? Þá bara magna svo mikið sem við erum að kaupa. Við getum bara sagt, við viljum vera með betri verðpunkt en bjóða upp á þessa tegund og þá kannski gera einhver aðlögun að því, þú veist hvernig sú samloka eða annað en þeir kannski halda áfram sér með sína brönduðu með annan verðpunkt sem dýrari og svo þetta að fara í eitthvað kannski annað lúksus eitthvað bríi brauð og annað kannski sem að verði í en og þannig þetta að skapa þennan mismun á milli vara. Áhugavert, þetta er mjög áhugavert. Já, mjög gott. Hvernig fannst, ég var að því að samkeppnin er að henni góða auglýsingin með Sigurni Kjartansinni bónus, þetta er ódýrt. Var það ekki heldur gott eða með það? Ég verð að veikina, ég elska auglýsingar. Ég típan, þegar kemur auglýsingarhlé, þá sit ég og horfa á auglýsingarnar. Ég bara það hef alltaf verið. Af því ég bara elska branding, elska markaðsendingu og bara allt þetta, hvernig við fórum á stað með ódýrsbóluna, hvernig bónus þá bara alveg snerist einhvern veginn upp og bara við verum að svara þessu, svona smá battle í gangi, ég meina, til eitthvað skemmtilegra. Allir að tala um þetta á kaffistöðunni, örugglega á öllum stöðum, þú veist, við náttúrulega bara lifum og hrærimst í þessum heimi og ég meina Sigur Kjartansson náttúrulega bara geggjaður, þannig að alveg sama hvað hann tekur að sér, hann mun vera fyndinn sko. Já, þetta var heldur vel fyndinn, þetta var mjög gott. Já, bara til að slúta Livju, ég ætla að hrósaði fyrir þú búin að ráða inn allavega 2 framkvæmdastjóra sem ég kannast við, Magga Haflega og svo Karni í Livju. Já, þetta er allt mér aðgert. Já, glæsilegt fólk. Ég er búin að taka 2 fyrirlestra hjá Karni, einn í MBA-náminu hjá mér og annar á Brandur og vörumerki ársins í fyrra og heyrti einmitt svipað þegar maður tala með það áðan. Sko, er samlegin komin, sko, hversu mikil vaks þetta ekki fyrir að sjá þig í Livju? Því að eins og tala one stop shop í Livju, þeir eru kannski bara að setja heilsugæslur á hausinn bara. Nei, við erum nú ekki að fara að gera það, en sko það sem þetta geggja við Karin Ósk Gylfadóttur sem er framkvæmdastjóri Livju, það er að hún kemur úr sko heimið sem bæði, hún hugsar svona fjarskipti, tækni, þú veist, þægindi og allt í svona flottu branding eins og er í Nova. Já. Og svo kemur hún úr heilsu heiminum, hún eiginlega lifir brandið Livja, hún er bara einhvern veginn Livja. Já, hún var bara gangandi Livja, sko. Og og hefur í raun og veru þessa sýn að við að lengja lífið en þú veist með auknum lífsgæðum og það spila svo margt þarna inni og það er svo margar tengdar þjónustur inni í þetta. Við erum með Livju heyrn, við erum byrjað heyrnamæla, við erum byrjað sjónmæla, við erum byrjað að taka blóðpröfu, við erum byrjað við með sáraskipti, sprautugjöf, þú veist, bara hjúkruna þjónustu. Við viljum bara vera heilsuhúsið þitt. Þú getur komið, sko, þú þarft ekki til að vera veikur, bara til að fá aðstoð, mér langar að líða betur, þú veist, getum við aðstofað þig. Sko, í apótekum, þar er hámennta starfsfólk, lyfjafræðingar og líka sérmennta alls konar fólk sem við erum að vinna með Livju, sem á ekkert bara að vera afgreiðingu lyf yfir eitthvað afgreiðsluborð. Þetta er bara hámenntaði sérfræðingar sem hægt er að leita til að fá ráðgjöf lyf, lífstíl og allt mögulegt sem við að nýta okkur. Af því að heilsugæslurnar ofta tíðum eru frekar busy, það er erfitt að koma stað, læknavaktur og annað og bara koma stað hjá lækni er bara ekkert grín. Þú veist, hið opinbera aldrei að fara að ná að standa undir þessu eitt og sér með alla þá fólksfjölgun sem er að verða. Við vitum þetta allt, ég ætla ekki að fara að tjá með eins og pólitíkus, en þið viti hvernig þetta er og við eigum auðvitað bara að hjálpa stafi að grípa fólk, grípa landan, þú veist, búa til Ísland sem á bara að verða svolítið svona heilbrigðasta land í heimi, allavega í augum Karin Óskar og hún er bara að hreyfa við okkur og íta við okkur og hugsa alltaf fyrst og fremst í raun og veru upplifum viðskiptavinarins og þess vegna er hún að keyra á appið, Livju appið, þú getur bara panta lyfin, hvort sem þau eru lyfseðilsskyld, ólyfseðilsskyld, þú veist, einhverja vítaminstrópa eða fengi ráðgjöf, hvað sem það er, allt í gegnum appi. Margir eiga nefnilega ekkert heimagengt. Þú ert með lítið börn,
þú ert orðið gamalmenni, þú ert fótbrotinn eða þú bara fær ekki pössun eða hvað það er, að þú getur bara fengið allt sent heim til þín eða átt samskipti gegnum síman og það er það sem við erum að berjast fyrir núna, við erum bara með tilbúna lausn fyrir almenning, einfalda, byrjum bara í nokkrum skrefum að styðja við fólk, ef þetta er orðið á einhverju stíð sem er það alvarlegt að læknandi sem standa baki þessu get ekki syndi, þá sendum við á næstu heilsugæslu. Bara svona fyrstu stigs heilsugæslu skrefin, leyfið okkur að taka þau með öllum þeim í raun og veru böndum og tjekkum og yfirferð og prófunum sem að heilbrigðisyfirvöld vilja fara í, en einhvern veginn þá eru þau feimin við að leyfa okkur að byrja þetta. Þannig að við erum í viðræðum við þau, vonum það besta. Já, spennandi. Ég segi svo að kapitalismin sé ekki fallegur, þannig að það er enga framtækið að grípa boltan sem að heilbrigðiskerfið er að missa. Ef við værum nú að finna upp á þessu sjálf, þú veist, þetta er náttúrulega bara lausnir sem að eru liðandi bara alla Skandinavíu, í Bretlandi, í Bandaríkjunum, ef við verðum að leggja þetta til við stjórnvöld, munið í COVID, það voru fjarlækningar, það voru símtöl, það voru myndsímtöl, miklu fleiri, það búið að sýna fram að leita sér aðstöðar. Þeir sem bara veigra sig við því að fara til læknis, eru bara ég nenni ekki að fara þessu heilsugæslu, ég nenni ekki að bíða, eru tilbúin að taka símtalið, vera jafnvel í myndsímtöl, senda myndir, það er dreifbýli, ég meina fólk út á landi og annars þar, þetta er bara þjónusta nútímans, þetta er ekki eins og framtíðanar, þetta er bara það sem við viljum í dag, svo er eitthvað bara mjög alvarlegt, þá bara kemur inn og þá getur opinbera og þeir sérfræðilæknar sem er að sinna alvarlegum tilfellum, þá getur þeir einbeitt sér að því og hvað gerist? Biðin styttist, röðin styttist, við fáum bara betri heilbrigðiskerfi, bara vinnum þetta saman, ég held að það sé bara eina leiðin. Þetta er geðvikt og flott framtak, mjög spennandi. Til að slúta þessu, við Lyfju bílaapóteki á henni, fyrir Lyfju. Ég hef aldrei heyrt þessa hugmynd, mér finnst hún brilljant. Já, ég fatt að hann var sjálfur. Nei, ég meina, við erum klárlega að kanna hvaða leiðir eru hentugastar í þessum efnum, að veita bestu þjónustuna. Við erum auðvitað með heimsendingar, þannig að þú þarft ekki svona að fara út í lúgu til okkar. Það er þetta rosalegt, já, auðvitað. Þannig að þú færð þetta bara heim til þín. En við erum auðvitað bara sífellt að þróa hvaða leið er best að fara og hver veit. Já, hver veit. Talandi festi, okkur langar að spyrja, margir rittarar sem spurði okkur að þessar spurningu, þannig við tökum hana bara núna fyrir nokkra. Frekara expansjón, frekara fyrirtækjakaup hjá festi, eitthvað sem er í skoðun? Flott að tilkynna hér. Já, nákvæmlega. Það væri líka alveg eins og ég segi, regluvörður minn, hann myndi hoppa hæð sín yfir því. Nei, það væri mjög alvarlegt ef við værum ekki að hugsa að auknum vexti. Það er náttúrulega bara ákveðin krafa til okkar gerð af okkar hlutum að við höldum áfram að vaxa. Við erum þetta ekki félag sem er í þannig nýsköpunar þróun að við sem að fara að taka einhver ægileg stökk eins og bara, ef við tölum bara Alvatek eða Marel eða eitthvað slíkt, en það er pressa á okkur að vaxa áfram og það hefur gengið þetta mjög vel undanfarin ár. Ef við tökum bara niðurstöðu frá áramótum 22-23, í raun og veru þegar ég kem inn, þá erum við að horfa einhverja 10 milljarða í EBIT fyrir árið. Við erum núna að spá fyrir þetta ár 15,2 til 15,6 og auðvitað viljum við vera við efri mörk og sjáum við bara 3 árum 5 milljarðar ofan á og þetta er rosa vöxtur en hann gerist ekki að sjálfu sér og eitthvað af þessu er auðvitað innri vöxtur sem við erum að horfa til og það eru gríðarleg tækifæri innri vexti og ég og mitt teymi sem að ég vinn gríðarlega þétt með og þá kannski sérstaklega Magnúsi Káir Ingasyni sem er framkvæmdastjóri fjármála og rekstrar hjá mér að við höldum mjög svona vel utanum félagið og við viljum passa það að við stígum bara örugskref áfram, ekkert endilega eitthvað alltaf varfærin, heldur bara örugskref áfram, vel ígrunduð og þegar við þess kaupum Lyfju að við klárum þá samleg, þá stefnu og það sé öll kerfi og allt komið á sinn stað áður en við förum að dempa einhverju nýju ofan á og missa þannig kannski bolta. Við erum með innri tækifæri sem við erum að horfa á núna en það er alveg ljóst að það eru fleiri ytri tækifæri í sigtinu, það er alveg hérna. Já, en svo Leifur segir, ég kannski gerði ekki ráð fyrir að hún myndi nefna með fyrirtæki sem hún var að skoða að kaupa en kannski mögulega er einhver markaður sem til dæmis bara einhver langar að fara á sem að kannski núna, sem við horfum til. Það er alveg ljóst að eins og ég kom inn á áðan að festi er að horfa til þess að vera bara í rekstri á fyrirtækjum sem að tengjast bara daglegu amstri allra, við séum bara tengd inn í einhvern veginn
ég ætla kannski ekki að segja heimilisbókhaldi en inn á heimilin, við séum bara einfalda fólk í lífi, þannig að alls þar sem þetta er að létta og gera hlutina einfaldari og ná þetta samleið þannig að við séum samkeppnishæf og unni samkeppnina, þar viljum við vera. Og markaðurinn þetta bara eins og hann og það hefur mikið verið gert svona gaman að því að ég sett upp mynd í einni kynningu þegar við vorum að kaupa lyfja. Það sem ég teiknaði eiginlega svona vísitölu neysluvers og þá var einmitt búið að fara yfir orkumálin, þú veist bara matur, drykkur, auðvitað kom svo lyfin, svo kom fatnaður og fjarskipti og fleira og þá bara kom allir hlaupandi til mín með fataverslanir og fjarskiptafyrirtæki og allt þetta. En það ekki launung og maður horfir auðvitað bara á neyslu hegðun landsmanna. Hvar er neyslan? Og það náttúrulega bara mest spennandi að fara inn á markaðina sem eru stærstir. Já, það var einmitt þessa spurning sko. Til dæmis mikið verið nefnt að retailfélögin hafi lengi verið orðið við fjarskiptafélög eins og Nova og Síman. Eitthvað sem þú skoðar? Sko, það er klárt mál að það hefur mikið verið nefnt og nánast bara sko, okkur leiðbeint í greinum í blöðunum það hvað við ættum að gera og bara virkilega gaman að því. Sko, fjarskiptamarkaðurinn, ég ætla nú ekki að fara að gera með eitthvað stóra og breiða á honum, en það er náttúrulega markaður sem er búin að vera í mikill umbreytingu bara í öllum heiminum og við sjáum það bara á fjarskiptafélögunum heima í dag að þau eru bara eins og úti, þau eru að leita sér að öðrum tekjustöðum, þú veist til þess að ýta undir reksturina því að þetta er bara frekar svona staðnaður markaður mörguleitum til, bara þú veist þá Síminet og þetta klassíska. Þannig að mér finnst bara mjög gaman að fylgjast með þeim, sjá hvað það er að gera, að lífa fjöru á þessum markaði. En það er ekkert sem að ég get fengið að segja frá núna. Nei, kannski næst. Ég kann að meta ást að þú spólur ekki yfir auglýsingarnar, þá ertu réttum stað í kvöld. Já. Því að við erum að sjálfsögðu með okkar mönnum í Sútöp. Nei, hún hefur ekkert val núna, getur ekkert farið. Nei, ég segi það. Þannig að það er gott. En ég kíkti til strákan í Sútöp núna bara í vikunni. Já. Við erum báður í Morris núna? Já, Morris og Sútöp buxum og Sútöp skýrt og svo verið Sútöp jakka og yfir jakka, ég veit ekki hvað. Það er alltaf jafn skemmtilegt að það er Sútöp með að gera ótrúlustu menn flotta. Ég ætla að segja, það er alltaf viðbrigði fyrir mig að koma í vinnuna því alla jafn að dressaði mig sjálfur upp og sorga að segja. Já, það er ekki mikið tekið eftir mig þá, en í hvert einasta skipti sem ég mæti niður í Sútöp-lík sem ég vel ekki sjálfur heldur herra mennið þar. Já. Þá fæ ég hrósið, sko. Já. Þannig að það kannski segir meira um það hvað ég klæði mig illa eða bara hvað þeir gera vel. Þið getur túlkað þessu vilji. En svo er það, já, fyrir ekki. Ég ekki í Sútöp. Nei, þú ert samt sporti í dag, velmerkt, festi. Hún var alltaf að hlaupa helgina. Já. Og alla mótna, já, þú náttúrulega hljópst í marathóninu. Já, svona eitthvað, hlutlaðist eitthvað. En ástu að hefur smakkað Neo pítsu? Nei. Eða þú átt að inni? Er þið með gjafabreiða? Já, við erum þetta gætum alveg græða það. Þú bara hringið með þú fyrir utan. Svo náttúrulega getum við... Ég hekk að Dominos mikið þang til að Maggi Haflega kom yfir til mín. Já, Dominos er búið, sko. Þeir eru vist alveg búinir, sko. Ég er að heyra því, eftir að Maggi fór, allt í rugglega. Allt á leiðinu niður þar. En Neo, þeir eru á leiðinu upp. Aldrei verið að það er alltaf panta Neo og síðan er líka... Það er alltaf frábæri dílar í gangi þar 25% afsláttur fyrir okkar hlustundur. Það er betra en ódýrsta krónur. Það er ansi gott. Já, einmitt. Það sé að ég er 25 á netinu. Já. Sem að veit ykkur 25% afslátt, en ein pæling frá mér, mamma var nú Shell í gamla daga sem er ekki frá sig færandi, en hún talaði við grættum ekkert á bensín og grættum rosa mikið á pulsunum, sko. Þið eru hörð á gamla skólum, eru enda bara með stöðvar og þá koma manni eða konur að dæla á bílinn minn. Er þetta stefna sem þið viljið halda áfram? Talaðu með sem er lyfju að veita góða þjónustu og svo framvegis. Akkurat. Sko, við höfum þetta er skemmtilegt að spyrja þessu, að því að við fórum í algjörlega svona innri skoðun með N1 og ég vona að fólk taki eftir að við erum að ná vopnum okkar í N1. Við erum bara... Voruð þið búin að missa því? Sorry. Við bara, það var alltaf orðið svolítið svona sjabbi og slitið og gömlu kerfin voru ennþá hérna inni og við vorum einhvern veginn ekki búin að uppfara allt nógu vel. Við erum bara búin að taka til og erum bara ennþá að því og taki vonandi eftir, bara farið niður á Hringbraut í Borgarnes eða þú veist bara á þessar stöðar sem við erum að... Flotta framkvæmdir. Já, takk fyrir það. Við erum bara að mæta viðskiptunum þar sem þeir eru og við tíma sögum við, heyrðu, eigum við bara að fara í sjálfsækjuslu, hætta þessu öllu og bara útýsa þessu öllu og vera bara ekkert í þessu. En
við erum að sjá það betur og betur og þegar við náum betur utan úr reksturinn og þetta snýst náttúrulega alltaf það, bara kafa onni nýtti gritti í reksturinum, byrðahaldir hýrnun, allt þetta klassíska, þetta er ekki rocket science, að þá er þetta góð business. Já. Og á þeim stöðum þar sem við erum svona vel staðsett, þá sjáum við það að þetta er bara að ganga frábærlega hjá okkur. Já. Og við erum búin að ná vopnum okkar sérstaklega á þjónustustöðunum og skýrir meðal annars, ég meina við vorum að hækka ákomusspá okkur 800 milljónir núna síðasta ársfjórðungi og það er meðal annars þetta N1. Væri ekki hægt að skrá bara staðarskáli í Kauphöllina? Já, kannski ekki alveg, en staðarskáli er náttúrulega bara svona einstakur staði bara fyrir Íslendinga. Þetta er einhvern veginn bara, þetta er alveg magnað hvernig bara uppalega þeim datt í hug að segja, heyrðu, búum bara til þjónustustöð hér in the middle of nowhere, þetta er brilljant, þú veist. En við erum auðvitað að passa það, við erum að varða hringinn í kringu landið, þú veist, við N1 er pínu svona eins og innviða félag Íslands, þú veist, við finnum að viðskiptavinur okkar og bara almenningur er bara reiður ef það er eitthvað sem virkar ekki hjá okkur, þú veist, það er bara að gera krafa það, við séum bara með allt tipp-topp frá klósettum og vöruframbúða þjónustu yfir í rafhleðslur og bensín og dísil og hvað það er og fólk er bara reitt ef það er eitthvað sem að klikkar og einhvers staðar var ég að reyna að útskýra þetta fyrir samstarfsfólk mín, ég segi sko tökum þetta til okkur nánast bara sem ást á félaginu, bara við verðum að standa okkur þannig að gerum betur og það er það sem við erum búin að vera að gera og Magnús Hafliði er komin inn í N1 og hann er frábæra reynslu náttúrulega úr svona mataríteil og öðru gríðarlega sterkur ekstramaður og hann er bara að nýta sér auðvitað þetta flotta fólk sem er inn í N1 með alla þessa reynslu frá SO og öllum þessum tíma sem við erum búin að vera í þessu og við sjáum það er bara eins og sérstaklega með aukinn ferðamann og eins og bara í sumar, þetta frábæra veður, allir á ferðinni. Við ætlum að tryggja bara áfram þessar frábæra staðsendingar, góða þjónustu, hann veitir alltaf, ég get stoppað N1 og ég fæ allt sem ég þarf. Já. Takk. Klart mál. Sko þurftum að eiginlega rukka N1 fyrir þessu öllu. Já, nei, en þú veist, þetta var rosalegt. Þetta er líklega alveg rétt svo, þú gætir ábyggilega að setja upp bara sjálfsala í ennið sambanlega þeim sem þeir að setja upp. Það eru minni félög kaupa hlutabréf og það myndi ná meiri velt en mörg félag þannig í Kauphöllinni. Ég er aldrei farin í staðarskála og það er ekki 17.000 manns. Nei, einmitt. En það er náttúrulega bara til að bæta við. Já. Þess vegna höfum við núna, af því ég var að tala sko, við höfum lækkað launakostnað í N1 á milli ára. Okay, já, þetta er náttúrulega svona unheard of pínu, þú veist, bara á markanum í dag. Launakostnaður er náttúrulega svona, þú veist, akkilesar hæll bara íslensks reksturs yfir höfuð, þetta er bara erfiðast að breyta í öllum rekstri. Og það sem við erum að gera þetta er að við erum að innlega sjálfsagrislur, þessa kíoska sem við getum pantað, þú veist, mat og þjónustu og við erum bara að leyfa í raun og veru miklu færra starfsfólki að vera á vakt í einu til þess að þjónusta miklu meiri fjölda og það er að ganga gríðarlega vel hjá okkur. Já, mikið hróskili. Akkurat og já, talandum með hróskili líka þessi punktur með sko með að við séum í raun og veru að skatla ekki okkur út úr samkeppni við Færeyjar þegar kemur að olíusölu til skemmtiferðaskipana. Já. Við þurfum að, þetta er náttúrulega bara að klippa sér beint inn á TikTokið, hvet alla til þess að fylgja okkur á Instagram og TikTok þar sem við setjum inn bestu bitana. Heldur betur. Svo er annað sem ég langar að hrósa ykkur fyrir að þegar við erum að tala núna kíóskana og þessa tækniframfæri sem það er verið að nýta ykkur í að ná betri framleið á bensinstöðunum. Já. Og þetta er bara betri notendaupplifun. Ég segi það bara sjálfur að nýja hringbrautin er bara geggjuð en eitt sem að greip mig alveg sérstaklega, greip augað var það að þið hættu að því, þetta er gaman að sjá að ná lækka skatta, auka skattheimtu en í grunninn er maður náttúrulega bara vinstri maður. Og eitt sem að ég það er grænþvottur sko og þið voru með þarna 3 ruslatunur allar flokkaður fínar, nú er bara 1. Gamli skólinn. Þetta er hrósa ykkur sérstaklega fyrir þetta. Ég ætla bara að kenna Trump þetta það er bara þessi umhverfissjónum þau eru bara farandi gluggan og bara, þú veist, nú ætlum við bara alveg að sleppa okkur beislinu. Nei, þetta er við erum alltaf að reyna að gera eitthvað besta og við erum alveg tekin í gegn ef við klikkum á flokkunni, sko sérstaklega í krónunni sem er alltaf svona í forsvari umhverfismála en þetta er, þú ert að segja mig hvað þetta er, ég þarf að skoða þetta. Þú ert rosalega neitt, þú tekur eftir öll. Ég er ótrúlega ánægð með, við erum að fara að labba hringi, það er alltaf ekkert skemmtilegra og það er eiginlega sem ég sakna mest kannski að vera komin í festi móðufélagi. Það er að sko, þegar þú ert framkvæmdastjóri eins svona félags, þá ertu meira út á gólfi. Ég er svolítið óþolandi mikið út á gólfi, en ég má ekki alveg vera það, þú veist,
allstaðar alltaf mikið, ég meina ég er bara með framkvæmdastjóri hverju félagi sem að stýra þig bara með glæsibrag, en þetta skemmtilega, svona nitty-gritty, alls konar atriði, skoða þróun, stillinga fram, endum, hvernig að virka, hvað sé að sölutöluna, þetta náttúrulega fyrir ykkur sem hafi verið í þessu, þetta ákveðin fíkn, maður þarf sinn skamt, þessu sumarfríinu, maður laumast í söluskýslunar, þykist ekkert vera að skoða þetta, Já, og gaman þar við Jón Ásgeir, hann sagði bara, þú nærður sér ekkert úr mér, ég alltaf að skoða þetta, Já, sorry, ég ætlaði bara að skjóta því inn, að því mér langaði að taka þeim hversu mjög ert að segja þetta er ekki Guðrún, fangastjóri Krónunnar? Jú, Guðrún Ert að segja Guðrún, ég myndi nú fara að skoða þetta eða, þú veist, hversu mikið hands-on ertu við þessa 4 framkvæmdastjóra? Sko, ég skil stundum ekki hvernig þau þola mig en þau eru mjög kurteis oft við mig. Ég fæ, oftar en ekki, ég fer alveg með þeim túra, en ég fer eiginlega oftar með rekstrastjórunum. Okay, af því að rekstrastjórarnir sem eru bara með reksturinn hands-on, alla stöðastjórana eða alla verslunastjórana, öll apótekin, þeir eru með langbesta tilfinninguna fyrir gólfinu, hvað er að gerast og það er bara svo hollt fyrir mig að fá að vita og bara fara hans yfir hvaða breytingar eru við að sjá, af hverju voru að bæta rýrnuna, hvað var að gerast hér, að maður sé svolítið með puttan á púlsinum, þó svo maður sé upp í mömmunni og í kaupullinni og sé að hugsa um fjárfestan og hlutan og svona, að ef þú ert ekki með þessa tilfinningu, fyrir utan bara þetta er svo skemmtilegt að þá missur þú svolítið touchið og það skiptir máli finnst mér, þetta er ekki stærra félag, við erum 2700 manns að þau sem eru að vinna í frammyndunum eru í raun og veru að hitta viðskiptavin okkar alla daga, að þau finni að þau eru andlit félagsins, þau eru að þjónusta viðskiptavinna, þau skipta öllu máli og ég er ekkert setja mig einhverja stellinga því ég segi að ég barðist fyrir því að fá að setjast að kaupréttakerfi. Þannig að allt starfsfólk samstæðanar, hvað sem ert í hlutastarfi, þú veist kannski tökka að vinna 100% vinnu, við erum með 63 mismunandi þjóðirni hjá okkur að vinna. Þetta er alls konar fólk sem vinnur innan samstæðana, að það allt svona finni að byrju ef okkur gengur vel, þá á ég hlut í því. Ég hef í raun og veru hag af því að versla innan samstæðu. Það er gott ef að krónunni gengur vel þó sem ég sé enn einum, að það sé svona samstæðu hugsun og þá gerist það líka, mér finnst það að fólk svona fyrir aðeins að pæli, kostnaði. Starfsmenn en eitt fara líka kannski í krónuna og annað? Já, nei, algjörlega, bara versla innan samstæðu, styðja við hvort annað og að þú skiljir, af hverju skiptir að máli að skila hagnaði, af hverju skiptir að máli að, hvað er framlegð, undir hverju að framlega að standa og við erum bara með svona hálfpartinn kennslu á starfsmannafundum það, hvað eru tekjurnar, framlegin eftir að kostnað verið búið að draga frá, það þarf að standa undir launum, rekstrarkostnað, öllu þessu. Fólk er ekkert bara með þetta eitthvað bara... Það er bara í sínu daily, skilur við. Já, það er ekkert að pæla í þessu. Og líka þetta með að því að á Íslandi, ég segi þetta því að maður var alveg 15 ára erlendis, þetta er kannski ekki allt yfir þessi erlendis, en svo í Danmörku til dæmis, það er fólk stoltaði þegar fyrirtækjum gengur vel. Þegar fjölskyldi fyrirtæki er að skila góðum hagnaði, það er bara frábært. Ég meina, núna er allt í Kless út á Novo Nordisk og það er bara fólk að æfa sig í kauphallinni. Ég var í verkfræðin úti og það voru bara svona kauphallaleikir og allir bara á Lego og Danfoss og og þú veist, ég ætla að reyna að stofna eitthvað fyrirtæki og búa eitthvað til, þú veist. Við erum svolítið feimið við að byrja ef það gengur vel, þá bara megum helst ekki segja frá því. Í festi þá er bara, okkur gengur vel. Við erum búin að tvöfalda markaðsfyrir félagsins, bréfin sem að þið fenguð, þið máttu kaupa fyrir 500.000 krónur, ég veit að það er hellingur fyrir fólk, en þú fær 830 skall. Já. Gekja? Býtu, hvað er þetta? Þetta er hlutabréf. Þetta er áhættusamt, en ef þú vilt prófa þetta, þá farið vörslureikning. Býtu, hvað er vörslureikningur? Þá er allir komið fólki okkar bara að fara inn í bankana og bara ég ætla að stofna vörslureikning, en að hjálpa með þetta, bankarnir bara það er bara haugur að liða að koma inn, hvað er í gangi? Já, við erum að setja kaupréttakerfi. Svo erum við bara með upplýsingagjöf og erum að reyna að fá líka auðvitað fólk af erlendubergi brotni sérstaklega til þess að taka þátt í þessu og byrja að segja bara, ég er með sparnað, einhvern, ég er að reyna að leggja til hliðar til þess að eiga fyrir þessu. Ég er líka að græða, veist. Já. Meina, er það ekki bara fallegt? Jú, þetta er geðvægt og þetta er fyrirmyndar. Frábær punktur og við erum að tala viðhorf og neytenda vernd og annað, en þú veist, Danmörk er byggð á hugviti, við erum byggð á auðlindum og það er kannski spurning hvort við eigum að
Auðlindabölvinin sem hvílir hérna yfir eða svona, maður má nú samt ekki segja það, ég meina við erum auðvitað búin að nýta auðlindan okkar vel að mörgu leiti, en eitt sem ég ætla að bæta við kannski klísusaga, en þú veist, að því maður fer inn á kaffistofu og ég er að tala fótboltaleiki og reyna að vera svona eitthvað hipp og cool og svo segir hérna einn við mig alveg Ásta, bara komið í 300 og ég veist að 300 bara byttu erum við að tala erum við að tala mjólkulítran, nei, það er ekki svo dyr, erum við að tala bensinlítran, já, nei Ásta, kaupið brefin þá voru þau bara að tala sko gengi hlutabréf inn á kaffistofu ég fekk svona gæsahúð ég var að viðkjanna það skemmtilegt líka, þetta er, sorry, ég var bara skjótin í þetta er líka svo sniðut upp það að gera það, veist, að þetta er þekkt hjá framkvæmdastjórnum en að leiða bara gólfinu líka að fá að vera með þessu ekki bara, yfirmaður minn græði mjög mikið og okkur gengur vel, sko ég er hrifin af þessu. Já, klart. Ég meina, þetta er líka bara, við erum í greiðlega samkeppni með fólk. Það er ekkert allir sem vilja vinna í retail að vinna í verslun. Þetta er bara, það er erfitt að fá gott fólk og við viljum halda fólkin okkar. Við erum með Krónuskólan, Ennitsskólan, þú veist, við erum að þjálfa fólk. Mér finnst til dæmis að menntun í verslunarfræðum, hún er ótrúlega takmörk á Íslandi. Og það er aðeins núna á Bifröst sem er greiðlega flott námorði og Edda Blúmestad meðal annars sem er nú stjórnarmaður í Festi. Hún er meðal annars að kenna þar. Við erum ofta með ótrúlega hæfileikaríka krakka, ég segi krakka, byrja kannski bara 14 ára kerrur og eitthvað, svo eru þau ekkert alveg fungur í skóla, þú veist, bara svo gengur, bara blómstar hjá okkur. Svo eru þau kannski bara komin í stjórnendastöðu, eru bara sko verslunarstjórar, en eru með svo mikla minnumáttakennd að þau þurfi ekki með neina menntun. Þá erum við að hjálpa þeim sem er bara ótrúlega flott að taka til dæmis með versló og mými. Við erum að taka raunfærnismat, þau fá stig, bara einingar, taka svo kannski 1 ár í skóla með vinnu og eru þá bara að koma ígildir stúdentsprófs, geta að fara á Bifröst, fengi diplómu í verslunarfræðum. Þú veist, þetta er bara allt einu þau bara komið menntun, status, er að halda áfram að þroskast inni hjá okkur. Oftar en ekki eru bara tekin inn á gólf, inn á skrifstofu, við rænum stundum þeim bestu sem er rekstrarstjórinn ekki alltaf ánægð með, til þess að fara í innkaup og hjálpa okkur sem að höfum ekki endilega verið í búðinni alla tíð, þótt að ég hafi nú verið í þín verslun á sín tíma og inn á kassa, að skilja svolítið hvernig lífið á gólfinu og svo tökum við kannski bara einhvern verkfræðing á móti sem er að besta það sem að viðkomandi hefur ekki lært, skilja. Það er svona beautyið sem við erum búin að ná árangri í Krónunni. Töff. Mjög töff. Sko, það komið næsta máli orka náttúrunar. Við vorum langbestu lesutans. Við vorum að tala um það er ekkert fyrir hvern sem er að vera reisa hraðhleðslustöð landi. Ný. Og mér bara er að svitna að tala um það en orka náttúrunar en kannski að taka þessa þegar hún fór. Betri tengingu náttúruna heimilið, hleðsla, fyrirtæki virkjanasvæði. En við erum stórir. Og svo er það heimilið sammagnið og enn. Við erum bara að keppa á markaði sem er reyndar mjög áhugaverður því að þar bara til þess að spinna svona þessa góða auglýsingu að þetta er auðvitað markaður sem að aftur Kristrún, ég þarf að ná góðu spjalli við hana, þarf að fara að skoða alvarlega því að þarna er svo mikið á opinberum aðilum sem er í samkeppni við einkaaðila á markaði, þetta er algjör tímaskekkja, það þarf bara að fara og stokka þetta upp eins og hefur verið gert áður. Ég meina, Frís er ekki til lengur sem var sem ferðaskrifstofa ríkisins, Frís með akkurat, og bílasala ríkisins og allt þetta, þú veist, bara taka til á þeim mörkum sem eru í rugli. Já, en kannski síðast þarna. Svo er það Dænot, borð fyrir 2, hvar sem er. Borð fyrir mig einhvern tíma. Já, panta mat. Svo eru þetta líka með gjafabref og viðburði, getur panta sali og skoða hvar þú fær góðan afslátt. Já. Líka mér mjög þægilegt, ég nota þetta lögðardaginn. Já, maður notar þetta bara, ég noti þetta er eiginlega þægilega heldur en að nota kortið þetta, sko. Miklir snillingar, sko, en við töluðum það aðeins í upphafi þáttar Ásta. Já. Maður talum að það hefur verið erlendis og átti til að líta aðeins í kringu því, sjá hvað er í gangi. Kannski byrjum bara því, sko, þegar þú ferð í matvöruverslun erlendis, ertu þá með augun opin? Hvað mætti gera betur? Já, sko. Til dæmis þá sem að geta kannski heimfært yfir að Krónuna. Já. Það var náttúrulega gott ef ég myndi ringi manni minn og spyrja hvernig er að vera með mér erlendis. Ég vilt að fá auka dag og ekkert bara ég held að flesti bara að mínum stjórnendum og þau sem hafa virkilegan áhuga á því sem við erum að gera að
maður bara einhvern veginn hálf lasin þegar maður kemur inn í nýjar verslanir og þá auðvitað sko vandamáli núna, maður ekki bara að kíkja á matvöruverslanir, maður að kíkja á bensínstöðar sem maður að stoppa á, það eru apótekin, það eru tengdar þjónustu við apótekin sem við erum að sjá eins og ICA í Svíþjóð, Hjertet, apóteket, hvernig þeir eru að tengja mitt, lækna og þjónustu inn. Ég var í Portugal núna, sá tannlækna inn í inn í verslunarmiðstöð og lækna, apótekin alltaf á einum stað, bara þess að væri inn í kringlu, þú bara svona droppa við, það er bara svo margt í mikilli þróun sem að er spennandi. Ég reyndi að vera að segja að sko, það eru auðvitað margt svona, að ég er líka búin að vera mikið í Japan sem er komið sem er spennandi eins og Uniqlo og Zara með droppa fötum og allt, bara kemur að sjálfu sér. En ég vil líka segja, og það er ekkert bara ég, það er líka bara erlendir aðilar sem koma hingað til lands, að það er rosalega framþróun á Íslandi. Við erum mjög dugleg við að tilengja okkur nýjungar, og allir þessi sjálfsafgreiðsla og allt sem við erum búin að vera að gera, appið, ég meina skanna og skunda appið, það er eiginlega bara boðið í það sko annarkvort ár af aðilum sem vilja bara kaupa það af okkur sko, af því við hönnuðum það bara in-house hjá okkur. Já, það var bara heimasmiða? Já, það er heimasmiða. Það er rosa margt heimasmiða hjá okkur, líka eins og útkerslukerfið okkar sem við erum búin að besta, Krónan fer í það, hannar það til að besta útkerslukerfið snjallverslunar. Elko segir, við erum í vesinu með þetta, hvernig getur við fengið þetta? Já, auðvitað, gjörðu svo vel. Livja kemur og segir, við erum líka í vesinu, við fáum þetta líka. Þarna náttúrulega mynda skriðal samleg innan félagsins og það sem við erum að reyna að passa er að við séum að keyra kerfin okkar á svipuðum plattformum, þannig að forritarnir nýtist plattforman á milli félaga, þeir eiga heim í festi, færi sér niður í N1, færi sér niður í Krónu og er að nýta reynsluna þannig sín á milli. Fyrir utan að við erum að keyra náttúrulega bara massíft á gervigreind í forritun, af því það er náttúrulega bara beautiful, það er þess að vera að koma mörg stöðugildi augalega. En talandi aftur þessar verslanir, að þá þá er gaman að fara í svo Trader Joe's og svona sem er útrúlega skemmtilegt að fara í ICA í Svíþjóð, svakalega skemmtileg. Auðvitað horfum maður í Boots og flott apótek erlendis, en maður fer alltaf lítið og í raun og veru COVID svona slökkti svolítið á þessu, maður einhvern veginn fór ekki neitt. Þannig að maður er svona að byrja núna að henda fólki út, bara hei, förum út og skoðum hvað er að gerast, sko. En við erum á mörgu leyti á ótrúlega flottum stað á Íslandi, bara heilt yfir, mikil samkeppni. Ertu með hlutfall, af því að við sáum gífurlegan vöxt í snjallversluninni, bara á milli kúa og milli ára, talandi um það. Þú veist, erum við að tala um, hvað er þetta orðið mikið hlutfall? Sorry, ég veit ég er að spyrja nákvæmlega tölur. Ég held ég með svara þessu. Sko, við erum að horfa í, þó að þetta er ekki nema svona 5-6% af veltu krónunar. En það er þó þannig að, það er bara slagur upp í góða verslun, sko. Já. Þannig að þetta er að aukast þvílíkt og við erum að bæta ofbærslega miklu við okkur núna. Við erum komin yfir á 3. tug afhendingarstaða með snjallverslun. Við erum í raun og veru að þjónusta með lágvöruverslun 92-3% landsmanna. Vantar aðeins Vestfirðina, fyrir ekki Ísafjörður og Flateyri og allir. Þetta er allt um það. En þetta er engin annar að gera á markanum, og við erum mjög stolt af þessu. En þetta gerir sko líka bara þannig að allir haldi ekki bara, já, þeir eru bara kosta þessu til og þetta kosta mikið pening og eitthvað. Á sama tíma erum við náttúrulega ekki að opna verslanir alls þar, eins og Gorkúlur. Það svarar ekki kostnaði og bara að vera að opna litlar einingar hér og þar út um allt. Við viljum vera með stórar og arðbærar einingar, líka einingar sem sko viðskiptavinir elska að koma inn í. Það er ekkert fallegt að vera með 2400 fermetra verslun, eins og við vorum að opna núna út af Fitjum á Reykjanesi, glæði nýja í Njarðvík. En að koma þarna inn, þetta er bara eins og hof, þetta er bara geggjuð upplifun, þetta er bara fólki bara elskar að versla þarna. Þú farið allt sem er í okkar vöruframboði á einum stað. Ef þú ert með vinnuverslani, þá ert alltaf að velja bara þessa vöru og þessi vöruflokk. Það farið ekki þetta tankrið sem langaði og allt þetta. Þannig að við viljum freka vera í stærri einingum. Vandamál okkar er hins vegar það að stefna stjórnvalda, sérstaklega bæjaryfirvalda eins og í Reykjavík, er svo að í aðalskipulagi Reykjavíkur sem nær enda bara til 2040, að þá vilja ekki hafa stærri verslani nýjar heldur en svona max 700 fermetra. Já. Og hvaðan kemur svo tala? Ég veit ekki. Nei. Það var ekki tala okkur. Ég veit ekki neitt í þóttna en einstæðar sem einhvern var rætt við. 700 fermetrar er bara allt og lítið til þess að vera með arðbæra verslun og þess vegna erum við ekki að fara inn í sem var hugsað mjög svona rómatískt að vera með verslun á fyrstu hæð og svo íbúið fyrir ofan. Þetta er bara svona súlnasalir,
alltaf litlir, við getum ekki rekið verslunina, komist ekki að með trukkana og allt þetta. Við erum ekki London, við erum ekki einhver stórborg, þú veist, þetta gengur bara ekki upp. Og bara leitt, við höfum reynt það bara gengur ekki. Þess vegna erum við bara út með snjallhleðslun, þjónustum fólk, við erum með stórar arðbæraeiningar og við erum að nýta þar starfsfólki til þess að tína, að það sé ekki bara bíða að vera ekkert að gera í búðinni, búið að fylla á, ekkert mikið að viðskiptavinna kannski 1 daginn, það er bara tína í póka, allir að tína, nýta starfsfólki og það hafa eitthvað að gera. Já, Nei, betra að Reykjavíkurborg ákveði bara hvað verslunin er stór. Þau þekkja það best. Þetta er miklu betur. Ekki spyrja festi. Nei, en sko það er svo margt spennandi í, ég var að segja smásölu sérstaklega á, hvað var það, sko, eins og skoðum bara krónuna, þú nefndir Uniqlo, þeir beita nú bara einhvern töfrabröðu þar, það sem hún kasta bara öllu inn og að búið skanna og... Japanir, þeir eru one of a kind, mann alltaf bjóða hann í 3 ár og Þetta er áhverð, en mér langar að spyrja út í það, ég ætla að fara yfir þetta á hundavegi og svo langar mér að spyrja út í sko eitthvað sem var tekið upp á, í kringum COVID þarna í Bandaríkjunum sem að Amazon og fleiri voru að reyna að var bara fullkomlega mannlausar verslanir. Og ég ætla að spyrja þig, vel gert. Já, og svo eru við þetta með skanna og skunda og alls konar framþróun í þessum geira, en sko ef við tökum fyrst þessi 2 tilfelli, er þetta eitthvað sem að þegar við skoða og er fýsilegt? Ég meina, já, við erum alltaf að skoða tækniframfarir, alveg klálega og ég ætla nú ekki að egna mér það, ég sé alltaf að gera það en ég með frábært fólk hérna sem er á kafi í þessu og sko vissulega væri þetta geggjað, til dæmis bara að geta, þú veist, það er til körfur, við erum alveg skoða það sem hendi bara öllum vörunum onni og þú sér bara körfunni hvað það kostar. Vandamálið, áskorunin, eins og maður má ekki segja vandamál í dag, það er eitthvað svona í þýsku, að þá þarfst að merkja alla vörur með taggi. Þú veist að merkja með RFID eða einhvers konar taggi til þess að það registrist onni í körfuna eða ef þetta væri bara hlið og myndi bara lappa í gegn og það bara myndi reikna eins og Amazon er að gera. Á Íslandi það bara svara ekki kostnað að fara að merkja hverja eina vöru. Það myndi bara hækka vöruverðum 20% á einni nóttu sko. Við þurfum að merkja suma vörur aftur, sérstaklega sem kom frá Bandaríkjunum og það bara gera verkum að vöru verði alltaf hærra á þessum vörum heldur en væri ella. Við þyrstum ekki að merkja þetta og getum bara verið með QR-kóða og fólk getur skanna og bara lesa á hvaða tungumáli sem væri. Þetta er eitthvað sem Evrópu reglugerðin er að fara að breyta og koma með á næstu árum, sjáum hvernig það kemur. En klálega myndum við vilja hafa svona tækni. Það myndi bara hjálpa öllum. Það myndi líka minnka rýrnun, skiljið. Af því þá ertu bara alltaf með öryggiskerfi á öllum vörum. Það sem við erum að prófa núna, þið sjáu það kannski upp í Vallakór, ef þið færi upp í Vallakór, krónuna þar. Þar erum við að testa, bara því við erum í þvílíku átaki varðandi rýrnun og öryggismál. Þar erum við búin að setja upp öryggislið, þar sem við erum að merkja svolítið svona tilviljunarkennt vörur til þess að testa og sjá, er fólk að stela? Já, það var næsta spurning, sko. Er það, að því að, sorry, það er bara þannig, það verður alltaf einhver skemmt epli sem reyna. Já, það er einhver rugglast, kannski mögulega, en sumir eru bara virkilega með brota vilja til þess að taka eitthvað með sér og þá erum við að merkja þá kannski sérstaklega dýrari vörur, þú veist, bætiefni, vítamín, nauta, lundir, humar og allt þetta. Þannig að við erum bara stattastöð og búin að vera að vinna í þessu því það er engin launung, bara þetta er trend í heiminum að það er bara stuldur er að aukast. Þú gætir náttúrulega líka svindla náttúrulega bara á sjálfsækvastukassanum. Já, það er náttúrulega auðvitað fullt af fólki sem er að reyna að gera það. Já. Og þess vegna höfum við skrifað inn í þessum sjálfsækvastikassana ef það er einhver sem er að skanna oft bara hennar lauk. Bara laukur. Svo erum bara heldur á nautastek. Já, þá bara kemur upp í, við erum bara með svona iPada, þú veist, hjá starfsfólkinu okkar, þá bara, það er eitthvað í gangi hér. Ítum bara köllum í vaxstjóran. Þetta er kannski oft ungi krakkar. Þau eru ekki að fara að ráðast á sem ég sé hérna með laukinn bara. Ég ætla ekki að fara hérna í fórstjóran. Akkurat, heyra þessu. Og þá kemur bara verslunstöður, fyrir ekki er eitthvað, þú veist, óþægilegt maður. Eitthvað að gerast hér, þú veist, og bara tekur á þessu. Og við erum bara að ná gríðarlega miklum árangri. Og þetta er allt í gegnum tæknilausnir, allt í gegnum forritun sem við erum að ná, myndavélkerfi sem við erum með, þú veist, þetta er bara eina leiðin í þessu. Og þetta er bara trend í heiminu því miður sem að er ægist á Íslandi líka. Maður myndi samt halda þrátt fyrir þessi mikið rýrnun að þá er þetta samt tölvusbarnaður sko. Er það ekki? Já. Jú, og svo líka þetta er fælingamáttur. Já. Þú bara áttar á því, það er verið að fylgjast með, við erum að fylgjast greiðlega vel með. Yrkir fasteignafélagi hjá okkur sem að Óðinn Árnason fer fyrir. Já. Það er með öryggismálin hjá okkur. Bara myndavélakerfin, þjálfun á starfsfólkinu. Hann er líka með sitt öryggisfólk. Þannig er við að vinna saman. Lyfja líka, elko líka.
við erum bara með massíft átak í þessu, af því að við ætlum ekki að láta rýrnuna aukast sem að gera hvað, það hækkar auðvitað bara vöruverð fyrir viðskiptavinin og minnkar hagnað okkar eigenda. Þannig að þetta er alveg kappsmál fyrir okkur, sko. Þetta er áhugavert. Sko, er engin möguleiki að fá gömlu góðu maíspókana tilbaka eða bara verðilega plastpóka? Þetta var ég til í það. Vá, þú veist, þetta er svo, ég er alltaf að stríða sérstaklega króninni með þetta, sko. En eins og mínum, ég segi alltaf gömlu góðu, hann móðgast ekki Sigurður Gunnar Markusson, Siggi Mark, sem er nú yfir innkaupunum í króninni í dag. Hann sagði sko, Ásta, þetta má ekki, þetta er bara lögum samkvæmt og ég gleymi því aldrei því ég fór að fund með fyrrum umhverfisráðherra þegar hann fór að lýsa því hvernig plastpokar yrðu að vera í ákveðni fjarlægð frá kössum, í ákveðnum rúllum og mætti ekki, við erum bara komin aðeins of og góð skets í skaupin á márið sko það sem að nei, ég meina, það er bara beautiful sko að því að, þú veist, bara að því ég var að tala í Japan förum til Japan, ég meina þar eru 130 milljónir og maður fallast pínu hendur þar þegar maður sér alla plastneysluna, þú veist, það er í Japan mjög svona þróað land í Asíu, hvað þá með allt annað sem er að gerast að þú veist, þegar við erum hérna papparörun og börnum manns er bara með þetta leikandi hérna niður, maður veist bara, þú veist, erum við ekki komin að svo langt í þessu en þetta er ólöglegt að vera með þessa póka, plastpókana, maíspókarnir sleppa mögulega en þeir rifna víst ansi mikið líka. Aftur þurfa að tala um Kristrúnum. Þetta er mál sem að gæti einmitt endað á ríkisstjórnarborðinu sko. Það er það stórt. Þetta er rætt við mig eiginlega í hvert einasta skipti sem að ég stendi út á Granda að vesla í krónunni, bara ástæðan ennur að koma með plastpókarna eftir. En engum vegna þessa, það er svo gott að nota það sem ruslapóka sko. Já, fyrir utan það sko. Veistu hvað ég hef oft lent í á bílastæðinu heima á mér að þið brotna þessi helvíti svona brúnu pókar. En byrju, glimtur þú póka? Ef að taka það sketsi? Já, ég er alltaf með athyglisbrest. Þetta er þetta með pókana og en svo er þetta bara pappapókarnir. Þú veist, þú nota það bara fyrir pappirinn, skilur við. Já. En þetta er trendi er að það eru fleiri og fleiri verslanir komið með pappapóka. Ég sé það. Þannig að þetta er... Já, kannski eina lokum sem snýra að framþróunni og þessum hröðu tækni nýjungum sem við höfum verið að sjá í krónunni, sko, og við vorum að tala um það að veri þróun hjá fólki að vera fleiri og fleiri fólk að ruglast núna. Já, það veit. En er einhver, sko, þú veist, auðvitað ert alltaf með starfsmann á gólfi sem er svona að fylgjast með og hann getur síðan hnipt í verslunarstjórun og annað, en er, sko, myndavélakerfið, er það að tala við kassan eins og staðan er í dag? Það er ekki tannig, þannig að þú ert með viktina annars vegar og svo ertu með auga starfsmenn hins vegar og það eru... Já, þetta meina á kassasvæðinu. Já, við erum alltaf með myndavélar í öllum göngum allstaðar, þannig að við getum rakið allt saman. En á kassasvæðinu þá eru, ég held að við séum alls ekki eina keðjan með það, þá eru svona sérhannuð myndavélakerfi sem að nema bara, ok, Birkir er komin hingað, hann er með vini sínum hérna, mögulega eitthvað leyfi hérna og það bara hún nemur bara, þetta eru tveir saman, þeir að fara, þeir eru með svona vörur, þeir að borga, þess vegna opna sliður réttum tíma, þetta er ótrúlega sérhæft, en við erum alltaf með mannskju til að fylgjast með. Þannig að þetta er önnur frábær spurning sem ég er mikið velt fyrir mér, bara hvenær opna sliðið, er alltaf mannshönd sem ídrar okkur takka eða? Nei, það eru myndavélar í loftinu sem að skynja að þú sett að fara út, þú ert búin að borga, búin að registrera þessi kassi, fékk greiðslu fyrir þetta. En að sjálfsögðu er hægt að, mixa eitthvað á kassanum og það er það sem við erum að fylgjast með. Ef það byrjar að vera eitthvað svona hegðun sem við erum búin að læra á, þá erum við búin að skrifa forritið inn í iPadana hjá starfsfólkinn sem stendur þarna, að það er eitthvað grunnsælt í gangi þarna. Líka í skanna og skunda, ég er oft stoppuð, af því að ef ég fyrir krónuna, þá er ég eiginlega aldrei fyrir minni svona 1,5 tíma. Alveg saman hvað krónu ég fyrir. Því ég er alltaf að tala við annað starfsfólki, viðskiptavinna, hitt eitthvað, og ég er að pæla í einhverju, þetta er bara óþælandi, þannig ég fer vilt alltaf að vesla, Bolli er alveg sprungin á þessu. Og þá er þessu oft stoppuð, af því að ég er búin að vera svo lengi búðinni, ég er búin að vesla með svona skrýtnu millibili, þetta er bara eitthvað skrýtin hegðun, og þá bara, og þú eru tekin í slembúrtak, við erum að reyna að hafa þetta svolítið svona happy, og þá þarf starfsmaður að koma og skanna og taka og skanna vörur og tjekka hvað er til lagi hér. Og það er svona fellegt að falla á þessu prófi, sko. Ég hef ekki fallið en þá, en býð eftir. En þú minnist á, sko... Það eru vandræðaldi fósturmyndi þarna. Þannig eru Birkir og Leifur og þeir eru að vesla eitthvað og þar fram til göttunum, sko. Annað sem ég velt fyrir mig lengi og hlýtur að vera einhver pæling inn á ykkar borði að, sko,
þú veist, hvort það sé eitthvað fríðindakerfi eða hvort þið geti einfallega numið það með bara myndalunum og annað slíkt að geta búið einmitt upp á 3% afslátt eða 5% afslátt með einhverju vild og þá líka trakka kauphæðun og hlýldur og alls konar verðum þetta í gögnunum og annað slíkt. Já, heldur betur. Ég meina, það kom alveg aðalega til mér sem að versla fyrir mörg 100.000 mánuði, í krónu og segja bara, herru, er ekki þetta græði eitthvað? Þeim er stóra fjölskyldu og maður skilur það vel. Það er ekkert smá mikið og en við erum með þetta lágvöruverslun og þú veist, ef við getum gefið afslátt þá erum við ekki með besta verðið okkar. Nei, þannig að við erum ekki að geta gefið afslátt. Það sem á þetta skoða, það er þessi vild að þú veist, þú ert að koma aftur og aftur, kaupa sama og sama, þú veist, er hægt að gera eitthvað fyrir þig, segjum bara barnafjölskylda með, þú veist, bleiur, bara heyrðu, frýr bleiupakki með og eitthvað svona skilur sem að þá einhver sponsorar skilur, einhver byrgi og eitthvað slíkt, klárlega hægt að skoða. Við erum ekki komið með kerfi þannig að við getum það núna, en við erum með það alltaf í skoðun, hvað er hægt að gera meira fyrir viðskiptaðin okkar sem að sýna þannig sko loyalty, þannig í raun og verið tryggð við okkur að það er ótrúlegt. Það er bara, við sjáum þetta á gögnunum okkar, við sjáum á meningagögnum og fleiri, þannig að við viljum þetta alltaf reyna að gera meira fyrir viðskiptavin okkar, en við erum þá að reyna að skila því bara í lægra vöruverð, við erum núna að fara að stað með lífræna línu, við erum með bændamarka, við erum alltaf að reyna að gera eitthvað þannig að sé, þú veist, eitthvað sem að trekkir að og sé þessi virðið að fara til okkar fyrir, sko. Það er að gera helviti góða hluti. Já, og kannski áðurinn hvað krónuna þegar þú komst inn á hana það sem að dramatík í einhver skilningi en það er áþreifanlegt að þið eruð að reyna að hafa áhrif til góðs með rekstrikar og eitt sem að ef við fyrir aftur að neytendaupplifun þá er ekki þreytandi að versla í krónunni. Þú veist, ef þú vilt taka heilbrigðar ákvarðanir, velja holt og annað slíkt, það er ekki þreytandi að labba ganginn þegar hún er sett hann upp að Já, rétt. Hollri matvöru er stilt henni er gert hátt undir höfði og ég veit að hún er ekki alltaf hæst hvað framleiði varðast. Hann er langast að ná sér eitthvað namnið þarna við kassan, það er ekki hægt. Nei, við fáum alveg skammir samt fyrir að þetta gerir þetta betur og við erum að prófa okkur áfram eins og kemur í lindir. Það er svona lífrænt gangur sem tekur á móti. Við erum að reyna að kenna fólki hvað er lífrænt. Það er ekki bara ávextir og grænmeti. Lífrænt er heilnæm fæða með ekki þessum eiturefnum og sprautaefnum og öðru hefur fengið að vaxa í lífrænni mold og annað. Og erum að reyna að kenna fólki svolítið að velja, þú veist, af hverju er það gott fyrir mig eða börnin mín til dæmis, borða lífræna rúsinu versus eitthvað sem þú veist ekki alveg endla hvað er í, sko. Og nei, við stillum alltaf eiginlega eins upp, þannig að eiginlega sama í hvað krónu verslun þú ferð, þá veistu hvar varan er, þannig sé. Þú veist, það eru ávextir og grænmeti fyrst, það er ferskvara sem tekur á móti, kjötur og annað, og við endum á mjólkin og því ennst inni og svo kemur snakkgangur og nammigangur. Við gætum tvöfaldan, þrefaldan til þess að auka veltu. Ég er ekki, þú veist, það er grínast. Já, ég trúi því. Ég fekk Dani, sérfræðinga, og þau segir bara, akkur þrefaldur ekki hann gang? Þú veist, hvað er að gerast í þessum flokki? Og við segjum bara, nei, við viljum ekki vera verslun sem er bara að dæla þessu út. Við erum að reyna að vera með minni póka. Þið séu að nammipókarnir er vilt minni hjá okkur. Það er til þess að fólk kaupi sér minna, borði minna. Þú veist, við erum í raun og veru ekki að gera góðan business á þessum vöruflokkum. Nei, skelfilegt fyrir framleiðina hjá Livju líka og Má ég vera vondur og segja að þetta sé eitthvað svona forræðishyggja? Þetta er auðvitað smá forræðishyggja, en þú hefur val. Ég meina, þú getur alveg verslað þetta hjá okkur, en þú voru kannski bara að kaupa fleiri póka, þetta er líðið, skilja. Ég er ánægð með þetta. En þetta er auðvitað bara sko vegferð sem að ég get ekki eigna mér. Þú veist, þetta er bara vegferð sem Krónan er búin að vera á í 25 ár. Það er búin að koma frábært fólk að þessu, þú veist, í gegnum tíðina. Ég vil nefna Jón Björnsson, Greta María var þarna inni, þú veist, ég tek þarna við erum búin að halda vegferð og við erum búin að halda þetta út, við höldum bara við það sem við leggjum upp með góða upplifun, hafa áhrif til góðs og við ætlum ekki að breyta þessu og þú veist, annarkvæmst ertu með okkur ekki, skilja, þetta er ekkert flókið, sko. Nei. Og fyrst við erum að ræða vöru uppstillingu í Krónunni, þá er þetta eitt sem við getum ekki litið framhjá. Það er raun og veru bara ómögulegt þegar þú ert í Krónunni. Rétt. Það er fallegt ástarsamband í gangi þar. Það eru David Jones döðlunar. Já. Þeir eru náttúrulega ekki bara með döðlur í dag, þeir eru með mango og þeir eru með ástaraldinn. Já, herru, þú meira þess að eitt bóki hérna. Já, þessi meira sem fyrir þig ásta. Já, þú meinar, herru, ég til í þetta. Þetta er hot stuff, þetta selst rosalega vel. Já, ekki. Jú. Það er ekki auka spons. Jú, rétt. Ég er ekki hissa á því þetta er þrælgott og bara
sko, við skulum ekki byrja í aðra börnum á lakkrísnum. Sko Þorvaldur að tala að fá bara David Jones logoðu í krónulógoðu sko. Já, þetta eiginlega bara þannig sko. Nei, þetta ótrúlega gaman þegar maður finnur eitthvað svona sem semiholt skiljum, þú veist. Við erum líka pínuð þar, við erum ekki alveg bókstafstrú að bara hætta öllum sykri, hætta öllu eins og einhver hafa komið til okkur og sagt bara akkur gerir þetta ekki bara sykurfría búð. Nei, þú veist, hvað ætlar að hætta? Það er sykur í tómatsósu, það er sykur í öllu, skilju. Þú veist, við verðum að gefa neytendum val og viðskiptavinum okkar, en við erum að reyna að hafa þannig að sé auðvelt að velja, þú veist, og leiðbeina fólki bara svona með passlegum hætti, ekki ómikla fara þess ekki. Ég væri til að sjá það versluna þegar hver dreifur línu, þú veist að gerfisykur og öllur, það eru aukaefni þessu og þú enda bara að selja bara ávistu og bara það sko. Sko, mér langar að taka aðeins, þarna Verslunarskóla 101, sko, Verslunarskólan, þarna, sko, hvernig vörum við raðið hillur er engin tilviljun og þú veist að tala áðan lífrænadæmi og okkur svona ef ég væri til dæmis með krónuna ef ég væri þú, ef ég væri Guðrún fangastjóri krónunar þá myndi maður náttúrulega bara hafa hæstu framlega vörurnar það sem að væri auðvelt að tegja sig í þær og þú myndi sjá það allt og svo væri eins og segir eins og þeir reynda með mjólkina að naftast að því það er 2% framlega henni eitthvað sem það er alveg pælinga bak við hvað vörur eru það ekki? Já, ég sko þarna þú veist eiginlega magna að tala við menn eins og ég var að tala á hann Sigga Mark Sigur Gunnar Markarsson í Krónunni hvernig, þú veist, þetta er búið að þróast þú veist, hann að gera grína einhverju framstillingu sem hann var með kannski fyrir 20 ári síðan og sem bara þetta er ótrúlega að maður skildi hafa þetta svona en ekki svona, þú veist, það er búið að prófa svo margt, við erum auðvitað með mælingar á svona hotspots, þú veist, hvar gengur fólk mest framhjá, hvar stoppa fólk mest hvar er það sem bara sér ekki, þú kemur inn þú horfir aldrei á skjáir, þú horfir aldrei aftur fyrir þig, það eru oft blómin skiluru, þú veist, þetta er alls konar svona staðsendingar sem eru mikilvægari en aðrar, en það sem að Krónan hefur lagt upp með gegn tíðina og gengi vel með, er að við stýrum þessu algjörlega frá aðtölu, við erum ekki, þú veist, eins og kannski var svolítið í gamla dag að leyfa bara byrgjum og öðrum að koma inn með framstillingar og sér pappaframstillingu hér og þessi kall hér og við viljum bara clean aisles, bara hreini gangar, skýra línur, vel tiltekið, þrifalegt, bara þannig að sé, þið veitir, bara góð stíll á búðinni. Það er kannski nummer 1, þannig að upplifun sé góð. Auðvitað erum við að prófa mismöndi framstillingar. Það er engin launung. Við skiptum oft og verslunarstjórarnir fylgjast með þessu. Það getur verið mismöndi eftir svæðum í borginni, hvað er að virka hvar og svo framvegis. Þannig að við erum alltaf með þetta á ákveðinni hreyfingu. Er þetta ekki líka bara góð tekjulind fyrir ykkur? Eða sérst, að þeir eru að fá markaðskostnað á móti? Sérst, Jú, sko, en við erum mjög lítið í því. Já, ok. Við erum eiginlega ekkert í að selja staðsendingar. Við bara ráðum þessu. Já. Og það er bara verið svolítið dýllinn og það var mjög stórt skref þegar það var tekið á sínum tíma. Já, það var alveg með þetta. Já. Það var til að halda þessu svona undir kontróli okkur. Já, af því að þið vil eiga búðina ekki byrja það. Já, það er bara þannig. Og þeir með ekki koma inn og vera framstilla og gera annað, en við erum auðvitað með sko áfyllingar eins og gósi og öðru frá byrgjunum, en flestar aðrar áfyllingar gerum við sjálf. Við sjáum alfarið þetta sjálf. Já. Þannig að ef það er einhver sem vil koma í alvöru leikumistíma þá mæli ég með mændamilli 6 og 8 mótnana út í Flatarhraun eða einhver Krónuverslun sem ég gerði einhvern tíma ég með sem okkur haspurur eftir áfyllingar þetta er svo þungt að þú ert að fara með þetta upp og inn í hillur og ég var bara þetta bara kemst í besta form lífsins að vera fyll á ég þóttist þér að veikur þegar við vorum átt náttúrulega ég er með 2 hluti á bucketlistanum hjá mér það er að taka einhvern tímann túr á sjó, helst tóara og síðan að vera í vörutalningu eitthvað. Já, herri, bara ekkert mál. Við erum bara með svona landsli í vörutalningu. Við vorum ofta að fá alls konar teiminn og eitthvað voða gaman. Þetta er bara sko hörsku þjálfin að vera góður í vörutalningu. Við erum bara svona landsli, bara þeir sem eru bestir í vörutalningu, taka bara 2 búðir í mánuði og þetta er bara alvöru dæmi. Og sko ég hef farið í svona og ég er náttúrulega ekki sens, ég átti ekki sens í leiði sko. Nei. Ég væri ekki góður í þessu. En við erum hérna með dagskrárgerð, það er búin svo gaman tími bara flýgu frá okkur, við erum alveg eftir að ræða Elko og eigum riddarspurningarnar eftir. Eigum Elko inni maður? Já, eigum það bara inni. En við eigum Hard Rock líka inni. Við erum að fara ánga 15. 15, já. Spennandi. Kíkjum þangað með Viktorinari. Já. Og gaman að geta bóða honum í hamborgara. Já. Þess að líta hann alltaf að tala að fá ekki borgar hann er að kenna hamborgara þess að líta honum og spyrja bara hvernig honum líður yfir hamborgara það er gott að gera það Hard Rock maður er náttúrulega að fara að deytar þú fer að deyta þetta er bara örugt umhverfi mér líður vel þarna og þetta er góður hamborgara þannig að já ég hef gert það og svo er það
Ásta kynntist mannin sín með hardrock. Já, í Japan. Reynda beint á móti í MR, en þú veist það. Já, basically, já. Hann hefði viljað hafa það hardrock. Já. Þið fóru aldrei á date þangað samt? Nei, ég var ekki alveg í datestuð við hann á þeim tíma. Nei, það var 12 ára seinna sem ég... Já, hann þurfti að vinna sér eins virðingu. Svo það Sjöstrand, Höstrand, ný helgi, sama góða kaffið. Já. Sjöstrand kynna með stolti og ánægju nýja hönnun og uppfært kaffiúrval. Þetta gaman að sjá, nýskum. Við fögnum henni alltaf, Birgir, í þessu lagarpi og þeir eru þetta með kaffi sem að fólk kann vel við, með einhverja 18 tegundir af kaffi, en svo eru líka núna konu með alls konar vörutegundir sem eru ekkert koffín í. Nei, það rétt, já. Ströðrófan og það matcha og ég veit ekki hvað og hvað. Fá þetta heitt og uppáhald glæsilegt. Ásta, hvað ert í mörgum bollum á dag? Og spurning. Ég þori ekki að segja það, sko. Það eru alltaf margir. Ég aðeins farin að vinna með þetta decaf á kvöldin. Já, það er á kvöldin líka. Já, öllum stundum, sko. Ég tók 3-faldan espresso en kom hingað. Já, það var þess virði. Ég var ekki hrædd að sofna, en þið viti, bara svona, þú veist, til þess að, svona kikk. Algjörlega, þannig að það er fyrsta no comment, það er kaffið að öllu, við svela það. En við ætlum að ræða Elko aðeins, sko. Elko á mesta searcha fyrirtæki landsins. Bara search landsins, sorry. Það er einhvern veginn allt sama marki brentan undir festishattinum eða festihattinum. Já, bara samstæðinni, fjölskyldinni. Já, við vorum að tala steina í höldur og festi, þetta er alltaf 2 óþjórn. Höldur beist eins og hestur, ég hef búin að kynna mér þetta, sko. Það er eitt sem ég glemt á hann, sorry, ég var að skjóta inn, tölum N1 og allt, glemtum að tala kóngin, Reini Le. Bara ekki hún satt. Það er þetta kúkur, já. Bara neymdroppa, hann ekki ekki. Kannski bara stutta spurningar hann. Já, en þetta er einhvern veginn allt sama, marki brentana undir festishattinum að N1 gengur vel milli ársfjórðunga og velta hjá Elko eykst 10% milli ársfjórðunga. Og markaðurinn að minnka. Markaðurinn að minnka, samdráttur þar, sko, en enn aukið því hlutdeild ykkar á markaði, sko, sérðu frekar í vaxtatækifæri í það sem mætti kannski kalla krefendi umhverfi hjá Elko? Já, sko, Elko er auðvitað svona einmitt, kannski svona klassísk raftækjaverslun sem bara fer síðan að vera mjög svona innovatív, þú veist, og finna bara leiðir í að þjónusta viðskiptavini sína betur af því að það er samkeppni ekki bara hérlendis, heldur erlendis frá. Rétt. Fólk getur bara að fara að versla erlendis og fá þetta heimsend á nokkrum dögum. Hvernig ætlum við að vinna þá samkeppni? Þá kemur auðvitað allt sem tengist eftirkaupa þjónustu, að geta skilað, að geta fengið fræðslu, geta fengið sjónvarpið sett upp heima hjá sér með vill að installera þvottavélinni hvað það er og verið með ábyrgð hlutum á hana. Það er eitt í þessu. Annað er svo bara að vera með náttúrulega sko upplifun og þjónustu í verslunum sem þú eiginlega bara svona, þú veist þú kemur inn og þú ferð einhvern veginn öruggur út með þína vöru. Þú veist bara varst að kaupa akkur sem þið vantaði. Það er ótrúlega hvað þetta starfsfólk veit hjá okkur, sko. Já, það er alltaf sérþjálfað. Við viljum bara vera bestur aðgjafarnir og það þarf mikið til að verða. Þú veist, það þarf að fara í gegnum alvöru þjálfun og ert bara ákveðnum svæðum í versluninni. Við erum líka auðvitað að passa, eins og vorum að tala um án, sko bara verðið. Þú veist, við erum að keppa verðum. Við erum ekki í einhverjum leik alltaf mega tilboð, þú veist, þá bara alltaf vera stöðugt lægsta verðið í Elko. Það er bara þannig. Við auðvitað sjáum eins og þetta flugvelli, þar erum við með 2 verslanir, bæði komu og brottfara verslun. Þar gengur gríðarlega vel, Íslendingar mikið að taka síma og annað þarna í gegn. Við erum með fólk þarna í innkaupum og markaðssetningu og öðru sem að er svo sniðugt að næla sér í vörur sem að við Íslendingar erum bara veik fyrir. Nýjasta varan er til dæmis Ninja Creamy, svona ísvél. Ég ætla ekki að segja ykkur hvað við erum búin að selja margar einingar. Íslendingar eru náttúrulega nettbílaðir. Við bara mókum þessu út, það er allir að fara að búa til prótenís og þetta er bara jólagjöfin í ár. Við erum bara einhvern veginn, þetta er svona fótanuttæki, skilurðu, nema þetta er bara, geggjugræja og það, Dyson Rixur upp á 100.000 krónur, Dyson hárblasar upp á 100.000 krónur. Við erum komin í svo miklu dýrari tæki í dag sem fólk er tilbúið að fjárfesta í. Þessi símar, ég menn þetta er náttúrulega bara rándýrt. Við höfum ekki mikla framleið upp úr eins og Apple-vörunum og öðru því það er bara ákveðið svona fast í heiminum sett og þeir stýra þessu markaði. Apple tölvur, allt þetta, fólk er að fjárfesta bara ungi krakkar fyrir kannski bara 500.000 í tækibúnaði. Þetta er náttúrulega bara algjörlega breytt frá því sem aðvar
og áfram höldum við að vaksa á þessu markað sem þetta bara afar ánægilegt. Við erum að herja líka á fyrirtækjamarkað, það er það sem við erum að reyna að sækja líka aukna sölu og tekjur á. Og svo þetta Elko bara alltaf að skoða frekar tækifæri, skiljið. Þannig að það er alveg heilmikið í pípunum. En Elko og Livia svona krúttin 2 tölum við svona að ná slá upp í 2 milljarða EBIT sko, þau eru að keppa. Svo Krónan og N1 svona svipað stærð, svona 6 milljarða EBIT, þau eru að keppa. Þannig að þetta svona sískina pörin inn í samstæðinu eða fjölskyldunni sem að eru sko ekki bara að keppa á sínum mörkum, heldur líka sín á milli. Og það eiginlega svolítið gaman að fylgjast með því innan samstæði, sko, hvað eru brjálega mikið keppnisfólk, sko. Já, ég líka trúi ástatala ánum að vera 1,5 tíma í Krónunni, sko, maður svona 17 tímaðan í Elko, sko, það er bara að komast að kassanum, sko, en þetta líka bara, það allt til þarna, sko. Já, og svo erum við þetta bara að reyna að vinna að upplifin sér góð, við vorum að taka lindir í gegn og þetta er náttúrulega brjálæsleg fjárfesting, fjárfest að segja bara, allar að fara hérna fyrir, mörg 100 milljónir þetta var ekki bara nógu gott, skilurðu. En þarna þetta samkeppnin og bara í heiminum trendið að ef þú ætlar annað bara að fara inn í verslun þá verður að vera upplifun. Þú verður að fá góða þjónustu, þú verður bara að finna að þú ert í raun og veru viðskiptavinurinn þegar þú síðan velur að segja bara, ég bara skoða þetta, svo fer ég á neti og panti þetta. Þá viljum við bara, það eins og þú pantir þetta hjá okkur en ekki erlendum aðila að því við þjónustuðir hratt og vel erum með alla þjónustun í kringum í raun og veruna sem að þú óskar eftir að hafa. Því að það er auðvitað að vestlandi bara erlendis. Þannig að þetta er alveg ansi magnu vegferð sem Elko hefur ferð í og með Óttar í farabróti og hans magnaða teymi. Já. Mjög flott. Já, glæsilegt vörummerki. Mjög flott og við ætlum að fara okkur yfir í riddarspurningarnar. Já. Og það eru þetta í búið Lengjunar og Lengjan Óskar Ísfinningum og Vestfinningum öllum. Já, vá. Til hamingju með árangurinn. Ég ætla að halda með vala á henni byrja að horfa leikinn. Það var ég að sjálfsögða að tala um Dag Benediktsson sem að sigraði hálfmaraþonið. Já, ok. Ísfinningum mikill. Já, nei, en auðvitað líka með byggarinn, risastórt fyrir félag sem að... Ég sett á Káir, þeir töpuðu þið geraði ekki? Jó, þeir gerðu það, en... Það skilur að lofa hlustundum að getur ávaksta krónaðina vel og setja í... Jó, líklega var ég var líka búin að segja að Vestur myndi tapa fyrir Val, þannig að... Ég myndi bara setja Krónin í festi, sko. Já, svo það, ef menn vilja... Það geta allir farið í kauprættakerfið. Ef menn vilja tippa, það er bara tippa á festi. En svo það Subway. Já. Veisluplati fyrir 6-10 manns. Loksins ekki eitthvað skörun, ég meina Subway á fullt af netstöðum. Já, við erum í flottu samstarfi við skúla og Subway með svona comeback, finnst mér. Það er mikið í gangi. Já, þeir eru náttúrulega bara geggjaðir. Já, þeir eru mjög flottir. Talandi lágt verð. Já, og sko, talandi með mitt sko láta þeim eftir kjarnarekstur. Sko, að því að auðvitað Subway, það fáir betri að búa til langlokur, ef þá nokkur. En það hefur náttúrulega verið eilíðar, hvað ég að segja, það er búið að vera fara fram og aftur með þessar bensínstöðar, hvað á raunverulega að vera þar, á að vera með Nesti, að vera með Subway, að vera með hitt, að vera með þetta. Horfur þetta kannski aðeins öðruvísi við ykkur, ef ég fæði ríðavaði með fyrstu riddarspurninguna bara sjálfur, hún frá Leifi Þorsteins. Sko, það sem að þið eru þetta með krónuna og aðföng og keðju, hvernig nálgist þið þetta í dag? Já, hvernig fullkomin samsett bensinstöð? Já, bara inn á stöðunum hjá okkur. Þetta auðvitað, sko, eins og með framstillingar í Krónunni, við erum alltaf að prófa okkur áfram, hvað er að virka, þú veist, bara hvernig erum við að mæta þörfum viðskiptavinn okkar sem er að koma inn á stöðarnar, frá morgni til seint á kvöldin og við erum, að því við vorum að auglýsa Subway, hans skúla, við erum auðvitað í frábæri samstarfi til dæmis við Subway, þar sem þeir eru að koma núna aftur inn á fleiri stöðum sem er að virka vel. Við höfum sjálf verið að keyra Easy, sem er svona hollari biti, gríðarlega flott vörumerki og gengi óbærslega vel, en við höfum aðeins svona stilt það af hversu marga staði við ætlum að vera með Easy versus svona meiri skyndibita, eins og Subway, sem er kannski samt svona hollari kantinum. Lokal höfum við sem verið að koma inn á stöðar hjá okkur, bæði upp á Ártúnshöfða, upp í Borgarnesi og við erum svona, þú veist, það er svona salat, þú veist, við erum að reyna að hafa þannig að allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi. Við viljum auðvitað hafa áfram þessar lýðheilsu áherslur inn á bensinstöðunum, þannig að við erum með einhver svona framstillingar af bönunum og eplum og slíku, en fólk er pínu að koma inn á bensinstöðu til þess að
kippinu kaffi, einu súkkulaði, einni kók, í gamla daga einni réttu, við erum með þá að selja það, nikotínið, það er náttúrulega, þú veist. Græði vel þar. Það skattar þar endar. Já, það er búið að hækka verð á því og annað, en sko, eins og með bensínið, þú veist, allir bara hætti söllu, sem er svona af hennu vonda, þú veist, þá er bara einhver annar sem tekur það, getur við búið eitthvað annað í staðinn, getur við einhvern veginn stutt í fólk, hann að geti, þú veist, haft opsjónum að velja annað, taldum bara fólk á ferðinni, fjölskyldur, hringinn í kringu landið, þú veist, að vera með barnabox nesti en einum, ódýrt eitthvað, þú getur fengið kjötsúpu, getur fengið eitthvað svona aðeins meira heilsusamlegra heldur en bara hambúrgar og franskar, en við viljum líka vera með opsjón að fá sér hambúrgar og franskar, því það er kannski akkurat það sem mann svona er vanur að fá sér inn á bensinstöð, skilji. Þannig að við erum með þetta svona í ákveðni þróun og við erum að passa að við sem heldur ekki með og flóki vöruúrval. Þannig að þetta er svona í mótun og ef einhver kann að móta þetta þá held ég að sé Maggi Haflega sem er komin í N1 með sínu teimi þar. Maggi Haflega setur neopizza á N1 staðan og svo er það Eagle Golfferðis bjóða upp á lifandi, skemmtilega og fallega áfangastæði og það er golfa eftir mánuð mikið af spennandi vorferðum 26 konar í sölu Jú, maður ætla að kíkja aðeins í padelið og aldrei að vita nema við skipuleggjum eitthvað skemmtilegt að komandi missurum Já, ég er til að skoða einhverja padelferði eða golfferði eða eitthvað þar á milli fyrir við bara 2 Já, það væri nú kannski ekki Ástakjöf með Hún er hún aðast þessi brjáli í padel hún er alveg bara alltaf í padel Já, við doblum hann Sko, en Eagle golfferðir þeir spyrja einfallega, ertu eitthvað í golfinu og ef svo hvernig við gengið í sumar? Heyrðu, sko, ég hef ekki að segja, þú veist, ég lúkkar rosa vel á myndum, þú veist, ég á settið, þú veist, ég segi alltaf í gríni, svona, já, ég má ekki náttúrulega kannski vera að auglýsa einhver merki, en þú veist, ég segi alltaf að ég sé með pink, svona, sett með mér. Ég hef farið eitthvað aðeins að spila og ég er svo brjálæslega keppnismanneskja að þú veist, ef ég ætla að taka mér eitthvað svona fyrir hendur, þá vil ég bara fara í þjálfun og taka þetta alla leið. Þannig að ég er aðeins byrjuð, en ég er ekkert byrjuð að mæta á neinn mót eða neitt slíkt. En verður maður ekki byrjað núna sem maður verður ekki, þú veist, lélugur þegar maður er 50 og... Já, hvernig væri það? Já, ég er nú reynda samt heyrt að padel sé nýja forstjóri í íþróttin, þannig að það er ekki setna að verða kannski bara að byrja það. Já, kannski meiri séns þar. Já. Hitt tekur svo mikið tíma. Já, segðu það. Veist, ég hef bara ekki tími í þetta. Nei, ég veit það. Vakna svo seint. Allavega fer svo seint að sofa eins og við erum að halda fyrir vöku hérna. En það er einhverjum 3 tímur. Við erum komin að loka liðnum, búið að vera svo... Þetta voru geðveikt. Ákaflega skemmtilegt hérna í kvöld. Sömuleiðis. Já, það eru frumherri. Já. Sem eru með einföld skilaboð. Það eru allir sem eru með 8 í endasta. Drífa sér skoðun. Og nú fyrir hver að vera síðastur þetta. Ágústa liðið til lok og svo er það Kemi og... Hermann Guðmundsson. Já. One and only. Já. Það er einmitt. Guð á sögu. Og ef við komum alltaf vörunúmer þá myndi ég kaupa Kemi. Það er 17 hús vörunúmer. Við erum með vöru vikarás hjá Kemi.is. Það er mælaborð stundserinn, K2 Polo Protectant Matt. Já, mælaborð bara á bílnum bara. Já, og hann kemur bæði í, hann kemur 2 skoðar spraybrúsum, ég ætla að lefa þér að diska hvað komdu halda mælaborð stundserinn kosti. Nú þú rítir bara. Það ferðast í hverjum ekki millilitrar og ég þarf að Já, akkurat, alveg. Hann er líka á bilinu 734 til 850 krónur. Fyrir eftir hvernig það hittir á starfsmannan. Það er dýr. Já, þetta eru kvikverð. Það er alltaf í... Þetta er alltaf heimsmarkasverð við rúður. En það komið að kantaþurinu loka liðnum. Ástæða ég ætla að beða að koma í stellingar að hafa þessar hraðaspurningar. Já. Spennandi. Ertu klár? Já. Ok. Þá ríðum við á vaði. Hvenær ertu næst að fara með bíliðin í skoðun? 0, hvað er það? Er það ekki... Það er október. Það er október. Vá, styttist. Já, október. Draumabíll? Ég er búin að segja ykkur að Já, ekki þetta. Það er jeppi. Krónan eða N1? N1. Krónan eða bónus? Krónan. Það verði ekki að segja bónus. Krónan eða áfengismarkaðin innan 5 ára, já eða nei? Það fer alltaf eftir ríkisstjórninni. Hraðhleðsla eða bensíndæla? Hraðhleðsla. Ef þú væri ekki fórstjóri í festi, hvað væri afstæði að gera í dag? Vonandi að skapa eitthvað nýtt og spennandi, eigið fyrirtæki.
Skólastjóri? You never know. Sjálfbærni eða hagnaður? Bæði. Þessi var næst í snjallverslun eða beltakassi? Snjallverslun, ég bara gerir eiginlega ekkert annað. Besta og versta við Japan? Besta, maturinn, versta, staða hverna. McKinsey eða Festi? Festi. Kaldi í dós eða kaldi á krana? Kaldi á krana. Kaldi í flösku eða kaldi í dós? Kaldi í flösku. Hann til að vera brjálaður á þérna, næsta viðskiptar á hundi. Ég er ekki Hann er morgun. Við skulum passa þáttur ykkur út eftir fundi. Já, röggulega. Sá klassíski light eða núllari? Núllari. Núllari. Hagar eða drangar? Mátt segja bæði. Já, eða hvorugt. Bara spennandi félag. Skemmtilegasti starfsmaðurinn hjá Festi? Fyndnasti. Fyndnasti starfsmaður. Ég ætla að segja Sölvi, lögfræðingurinn. Já. Óvænt. Þeir eru nú ekki oft fyndnir. Nei, skemmtileg. Liðið í enska boltanum? Liverpool. Já. Þá kom að loka spurningunni Birkis. Já, Ásta, þetta búið að vera æðislega takk kærlega fyrir komuna, þetta búið að vera geðveikt. Takk fyrir mig, miklu frekar. Ásta, það er búin að ná frábærum árgrunum Festi, ennþá unga aldri og ert að fara að ná miklu lengra. Já, takk fyrir þetta. Eitt ráð til ungs fólk sem að vill fara jafn langt og þú? Bara, þú veist, prófa allan fjandann. Ekki halda þetta sem beinn og breiði vegur og veður eitthvað eitt og það gangi upp. Bara, þú veist, horfa alla gæsirnar og grípa þessar flestar og bara, það kemur alltaf á óvart hvað einhver gæs sem að þú greifst hvert hún leiði, sko. Þannig að fara erlendis, prófa eitthvað nýtt, ekki vera bara heima og vefja fólk frekar en fyrirtæki eða peninga og fylgja sannfæringu og maðurtilfinningu. Já, Ásta Sigríður Fersteinn, forstjóri Festi, takk fyrir kvöldi og takk fyrir komuna. Takk sem er